Verið þið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag komið til mín í spjall stór skemmtilegar vinkonur. Það er Gulla og Lydia Ósk sem halda út í hlaðvarpinu í alvöru talað. Og við ræddum meðal annars áföll, erfiða æsku, kulnun, streitu, það að fara í veikindaleyfi og skömmina sem fylgir því oft, nauðsynlega breytingar sem þurfa að verða í samfélaginu, sjálfsvinnu, en við gleymdum samt alls ekki að hafa gaman og við hlógum dátt, þannig að ekki láta ykkur bregða þó það komi stundum hlátrasköll. En þær eru að einsögn miðaldra mæður að láta móðin mása. Lydia er sálfræðingur og jógakennari, en Gulla er förðunarfræðingur, áhugaleikari og tískudrós. Einkunar orð þeirra, við sameinumst í mennskunni með dass af fíflagangi, lýsa vel spjallinu okkar og þeirra eigin hlaðvarpi. En markmið þeirra er að gera gagn í samfélaginu, tala allar hliðar mennskunar og samfélagsins, bæði það sem er erfitt og það sem er auðvelt. Og það gerðum við einmitt í þætti dagsins. En áður en við vindum okkur í þetta skemmtilega spjall, þá langar mér sjálfsögðu að þakka mínum diggu samstarfsaðilum sem ég er svo óendanlega þakklátt. Og mér langar að byrja á Netto að segja ykkur að það eru vítamíndagar í gangi núna ef þið hlustið strax helgina sem að þátturinn kemur út. 23. til 27. janúar eru vítamíndagar í Netto og það er 25% afsláttur. Og vitið þið hvað? Uppáhalds Nutrileng mitt sem er á vegum heilsuhyllunar, sem er einmitt heilsuvara janúarmánaðar, er einmitt líka á afslætti og þú fær næstu því 1000 króna inneign, þú fær 945 króna inneign í appinu fyrir hvert glas sem þú kaupir af þessu. Svo eru munnúðarnir sem ég hef svo oft talað D-vitamin og járn og fleira, þeir eru líka á afslætti og þú færð góða inneign líka þar. Og þessa inneign í appinu hjá Netto getur þú nýtt til að kaupa eða versla, bæði á heimasíðunni þeirra og í verslunum samkaupa kjörbúðurina Netto og fleira, og Æsland, já. Þannig að ekki missa af þessum góða afslætti hjá Netto helgina. Svo er það Nutrileng sem ég hef talað áður og nú er ég búin að taka þetta í dálítinn tíma og ég er búin að vera að lyfta meira. Og ég finn ótrúlegan mun. Ég finn hvergi til í liðanum. Það, eins og ég nefndi einhvern tíma þá brakar svo oft í hnjánum. Það er bara alveg í burt. Eitthvað töfra efni þetta Nutrileng. Svo er það virkja. Og nú er ég byrjuð í náminu sem ég var að segja ykkur frá daginn. Markþjálfunar nám. Og ég búið með eina lotu af 3 og vá. Bara vá. Þetta er svo geggjað, ég óska öllum þess að þeir fá einhvern tímann að fara í gegnum þetta nám. Ég er svo uppfull af þakklæti eftir þessa fyrstu lotu og það sem sat eftir hjá mér og ég segi mitt í þættinum er orðið meðvitund. Hvað er mikilvægt að við séum í meðvitund, við séum með vitundin okkar og hlustum á innsæið okkar. Og svo að lokum er það spíran og ég fer að minnstakosti einu sinni í viku á spíruna og uppáhaldsmaturinn minn er eiginlega þriðjudagar, þá er bleikur fiskur. En hvort sem þið eru grænmetisætur eða kjötætur eða fiskætur eða hvað, þá getur þið alltaf fengið eitthvað á hverjum degi og avokadoristinn, alveg geggjuð. Þannig að ef ykkur langar að gera vel við ykkur, þá hvet ég ykkur til þess að skella ykkur að borða á spíruna, bæði í hádeginu og á kvöldin heitur matur. Og fyrir ykkur sem ekki þekkja til og eru nýbyrjað að hlusta, þá er spíran í Garðheimum. Þannig að takk bara aftur Netto, heilsuhyllan, spíran og virkja. Takk fyrir að styðja við baki á mér. En þá skulum við vinda okkur í þetta bæði djúpa, einlaga, en samt mjög skemmtilega spjall. Gjörið þess að vel. Verið velkomnar, Gulla og Lydia. Takk fyrir. Takk. Í alvöru tala. Verið velkomnar. Nákvæmlega. Í alvöru tala verið velkomnar. Bara í alvöru tala takk hérlega fyrir. Nákvæmlega, takk fyrir að bjóða okkur. Þetta er svolítið skrítið að vera hérna með við mikrofónin. Já, er ekki bara svolítið gaman? Jú. Þetta er ævintýri. Ég er alltaf til í ævintýri. Já.
Já, algjörlega. æðislegt. Mér finnst svo flott sem þið eru að gera. Þið eru semst með hlaðvarp sem heitir Í alvöru tala. Og þar eru þið að tala bara alvöruna. Já. Og samt, þetta finnst mér svo skemmtilegt við þetta hlaðvarp að þið eru samt að gera það á svolítið svona skemmtilegan hátt. Þið eru ekki mjög alvöru gefnar svona. Nei, ég er rosalega lítið fyrir það. Ég veist það mjög leðalegt. Já. Ég held líka bara, þú veist, að því að þú ert líka að tala um svona þung málefni að þá verður maður líka að sjá bara í lífinu almennt. Þú veist, ef þú ert að eiga eitthvað erfitt, þá verður að sjá þetta komiska. Já. Annars er þetta bara svo ógeðislega erfitt. Algjörlega. Þú veist. Og sko, einkunnarorðin okkar eru, sko, við saminumst í mennskunni með dassa fíblagangi. Þannig að við reynum bara, þú veist, það var svona eiginlega það sem við ákvaðum fyrst. Já. Að við ætlum að fylgja. Algjörlega. En svo líka hefur Gulla kennt mér rosa mikið varandi þetta, því ég er svona í eðli mínu alvöru gefnari, svona minni fíblagangur í mér, þú varst ég reyndar mjög oft fíblagangur, en Gulla er að kenna mér svo mikið það mitt, hversu miklu máli skiptir að vera jákvæður og hlæja og þú veist, allt þetta. Mér langar bara svolítið kannski að byrja, þú veist, hvernig kynntust þið tvær og hvernig var þetta hlaðvarp til? Einmitt, Gulla, vilt þú? Á ég að byrja? Já. Heyrðu, ég kynnist Lídíu upphaflega því að dætur okkar eru saman á ungbarnaleikskóla og svo á leikskóla og svo í skóla og núna í Gaggó. Og það við kynnumst þannig og svo eigum við heima á einhverju tímabili eigum við heima í sömu lengjunni og þá svona kynntist ég henni svona aðeins meira og svo hvenær var það? Fyrir Ég er bara átta mig ekki, sko. Vönd í tíma. Já, sko, það eru nokkur ár. Sörglaði COVID öllu. Segðu það er bara eins og 1 ár. Ég veit það. Já, nákvæmlega. Það eru nokkur ár síðan við fórum svona kynnast betur og nánar. Já. Og það gerðist, þú veist, að því að við fórum að tala saman í síma út af stelpunum okkar eða stelpunum okkar. Já. Það er náttúrulega bara flókið að vera úlingamamma og og við svona fundum svona styrkin í því að þú veist, bera saman bækur og þú veist, hvað finnst þér þetta og finnst þér betra að gera þetta svona hins einn og þú veist, það er bara ósvöldlega gott að vera með ykkur svona rödd. Lídía er líka bara sjúklega skynsum típa, skilurðu, opaslega yfirveguð og skynsum, þú veist, ég er minna yfirveguð, aðeins meiri fíblagangur, þú veist. En líka mjög skynsum og klár, þú veist. En líka mjög skynsum og klár, já takk. Og þú veist, þannig að, og mér fannst bara svo gott að tala við hana. Já. Og Sömó. Takk. Þannig að þetta bara gerðist einhvern veginn svona náttúrulega, bara mjög fallega. Og svo fórum við að fara með dætur okkar saman í einhverju svona apakattsferðir, alls konar, eins og ég kalla þér. Þannig að þú veist, það fórum við 4 og gerum eitthvað skemmtilegt. En gaman. Já. Þannig að við höfum gert rosalega mikið skemmtilegt og mér finnst mjög gaman að djöflast í Lídíu. Já. Þú veist, mér finnst geðveikt að hendi núna í einhverju innkaupakörfu og hlaupa með innkaupakörfinu, hún er bara eitthvað kannan að stoppa þú veist, bara eitthvað, þú veist, bara veit ekki hvað ásýstendu veðrir, þú veist, hvaða fátækangur er í mér, en þú veist, og þetta er bara svo skemmtilegt og bara í þessum apakattalátum sem við vorum með að þá komist við að því að við erum báðar mjög sko djúpþengjandi, hún er náttúrulega sálfræðingur. Þannig að auðvitað er hún djúpþengjandi og en ég er það líka, þótt ég sé apakattur. Og þá einhvern veginn, sko, komist við að því við vorum bara einhvern veginn að spá í rosalega svipaða hluti. Bara varandi heilsu, báðar farið í burnout og við bara einhvern vorum einhvern veginn bara að hugsa rosa mikið svipað. Algjörlega. Viltu taka við? Já, ég vil langa að segja sko að þegar ég hitti eða svona kynnti Gullu fyrst, þá var ég með brjálaða fordóma á gagnvart henni. Ekki svo fyrsta? Nei, það eru fleiri sem hafa sagt mér þessa sömu sögu. En þú veist, Gulla er eins og fólk sem hefur síðana, hún ofsalega falleg kona og hefur sig alltaf svo fallega til, hún er alltaf vel til höfð, alveg sama hvað. Þannig að þegar ég hitt hana fyrst, þá dæmdi ég hana brjálæðislega. Ég er bara eitthvað, þetta er bara eitthvað svona yfirborðskend kona og hún er bara góð með sig og trophy wife. Já, eitthvað svona. Og ég ætla bara ekkert að tala við hana, sem er náttúrulega bara eitthvað sár innra með mér, af því að, þú veist, ég hef lent í því gegnum æfina að
fá kannski höfnun frá svona vinsælu stelpunum, nú er ég að gera gæsalappir. Þannig að þetta voru bara eitthvað svona sárinra með mér. En það tók alveg nokkur ár, sko, þannig að ég einhvern veginn svona gaf þér sjens. Ég veit. Sem alveg fáránlegt. Þannig að, og ég er búin að segja fyrirgeðu við. Loksins rankaður við þér. Já, bara ok, stopp nú, lítið sko. Ding dong. En svo vorum við þarna í einni ferðinu okkar með stelpunum okkar, fórum saman í bíó og þá sitja þær saman og við sitjum saman og við erum að spjalla allan tíman og þær eru að spjalla allan tíman, svolítið fyndi. Og þá í hlénu, þá einhvern veginn bara fengum við í alvörunni á sama tíma þessa hugmynd bara. Við skulum vera með podcast saman. Þú veist, það var einhvern veginn, það var í alvörunni eins og væri svona elding einhvern veginn sem að lausna niður í hausinu okkur. Það var alveg þannig að því ég var búin að vera með, ég var búin að vera að hugsa þetta og Lítja var búin að hugsa þetta í sikkur lagi, en ég vissi samt að, þú veist, ég þyrfti, þú veist, mér langaði að vera með einhvern með mér, ég nefndi ekki að vera ein, ég er svona félagsvera, og en ég vissi samt líka að það yrði að vera manneski sem væri mjög ólík mér, bara til þess að það sé skemmtileg dýnamík, þú veist, og og svo bara sitja þannig í bíóinu og ég bara eitthvað, auðvitað, skilur þetta var bara auðvitað byggði þig að vera með, þú veist, skilur og þetta var bara einhvern veginn, að skrifa í skíin, það var rosalega fallegt. Og við fengum báða þessa tilfinningu bara, þetta er rétt og svona átt að vera og þetta verður stórt. Fengum einhvern veginn þessa tilfinningu báðar. Já, mjög fallegt. Þannig að þetta var á sama tíma rosalega svona spennandi en ógeðslega skeri. Já, og voruð strax bara með rosalega skýra sýn hvað þetta hlaðar bætt að vera eða? Já, er það ekki? Jú, já, við vorum það. Það var þetta, alls ekki, ég var með flensu í síðustu viku og stundum hóstandi hérna þá. En jú, það var þessi setning að saminast í mennskunni með dassafíblagangi sem að koma alveg mjög snemma til okkar og markmiðið með podcastinu átti alltaf að vera sko að gera gagn, þú veist, að gera gagn í samfélaginu og svolítið bara svona að ég veit það ekki, einhvern veginn svona opna bara á það einhvern veginn að það sé í lagi að vera manneskja með öllu því sem fylgir að vera manneskja. Er það ekki? Jú, þú veist bara, þú veist, það er engin fullkomin og við erum öll, þú veist, að gangi gegnum eitthvað drasl og þú veist, ef við erum ekki að gangi gegnum það núna, þá erum við búin að því eða fara að gera það, skilurðu, og bara einhvern veginn, þú veist, og það er einhvern veginn þessi svona, okkur fannst bara svo lítið verið að tala erfið málefni. Að þú veist, það þurfti, þú veist, þetta eru hlutir sem að þarf að tala og þurfa að koma upp á yfirborðið og þurfa að vera á þannig levelið að sé að tala það. Þú veist, og það megi tala það. Það megi tala þetta upp á þetta og hlutinni þurfi ekki að vera feminismál og þú veist, þetta er ekki, þú veist, hlutinni eiga ekki að vera tabú, sama hvert málefnið er. Einmitt. Akkurat. Og einhvern veginn svona að gefa fólki leyfi til þess að vera bara manneskjur. Þú veist, við þurfum ekki alltaf að láta eins og allt sé í lagi hjá okkur og allt sé einhvern veginn fullkomið í okkar heimi og okkar lífi af því það er aldrei þannig. Þú veist, það er, lífið er messy og við erum messy og við vildum einhvern veginn bara gefa fólki leyfi til að vera það. Þú veist, vera bara, bara manneskjur. Já, ég veist einhvern veginn líka að það hafi verið að því að, þú veist, það er bara svo ótrúlega mikil glansmynd dregin upp allstaðar. Algjörlega sammála því. Þú veist, ég meina þegar ég var lítil þá voru ekki til þessi samfélagsmiðlar. Það var ég bara að lesa ykkur blöð, skilurðu, og sá ykkur skvísur sem var búið að, þú veist, photoshoppa eða hvað sem þetta heitir, hvað þetta hét þá, in the 80s, I don't know. Og en þú veist, en ég fór samt alltaf í sund, þú veist, og sá alla útgáfara kvenlíkumum sem að þú sérð undir sólinni, skilurðu. En í dag er einhvern veginn allir fullkomnir. Já, og allir posta bara sínum bestu stundum. Ég veit það. Og mér fannst þetta vera svo skakt af því að, þú veist, þetta er svo vond skilaboð því að eins og við erum að, þú veist, því við erum með úlingsdætur, þú veist, þetta er svo óheilbrigt að þetta sé fyrirmyndinar, þú veist, af því að þetta, lífið er ekki svona. Lífið er alls konar og lífið er erfitt og lífið er skemmtilegt og fyndið og skilurðu. Það verður að sýna alla flóruna. Það má ekki vera svona einhæft. Nákvæmlega. Það er bara vel gert þið. Takk. Það var kýlt á þetta. Takk. Og bara sömuleiðis, þú kýldi líka á þetta. Og það, ég skil ykkur alveg að ég var mjög lengi að taka skrefið að byrja. Já. Það var einhvern veginn. Það er erfið. Svo er þetta ekkert mál þegar maður er komin á stað. Sko. Já.
Sammála. Það svoleiðis. Það nákvæmlega þannig, sko. Við vorum að rifja upp að við tókum upp fyrsta þáttinn. Við ákvaðum að fyrstu þættirnir yrðu okkur. Að við ætlum svo að fara að bjóða fólki í viðtöl og ef að fólk, þú veist, ef við ætlum að biðja fólk að opna sig og vera persónulegt og segja sína sögu, þá fannst okkur við einhvern veginn þurfa að gera það líka. Já, mjög flott. Já, en það var ógeðslega erfitt. Það var ógeðslega erfitt. Og við tókum, ég var að skoða, ég var að rifja upp svona síðasta ár og tókum við fyrsta þáttinn sem var Gullu 17. janúar 2024. En svo gáum við út þann þátt sem var fyrsti þátturinn í júlí. Já, það er svona langt á milli. Já. Ok, og þeir voru búin að taka upp nokkra þætti áður en þið, gáðu þetta. Og við vissum aldrei almennilega hvað það var sem tafði okkur. Það var bara, held ég, þú veist, við þurftum bara einhvern veginn að melta. Og en náttúrulega, sko, þeir eru raun að veru, þú veist, eins og koma nakin fram. Þetta það. Skilur við. Þetta bara, þú veist, kannski fara hans í bara ykkar sögu. Já. Er það ekki? Ég meina, þeir sem hafa ekki hlustað á þættina, þeir sem vilja vita ennþá meira, geta svo farið í podcasti ykkur að hlusta. Einmitt. En að því að mér finnst sagan ykkar skipta svo ótrúlega miklu máli fyrir það hvað þeir eru að gera í dag. Þannig að bara því mig ráða hvor ykkar byrja Ég ætla að segja, Gulla, að þú bendur á mig. Ok, ég skal byrja. Skæri Blasteinn. Já, það myndi að segja, Skæri Blasteinn. Ég er ok, heitir það. Skæri Blasteinn. Skæri Blasteinn. Yeah! Ok, ég byrja. Svona dæmi fíblagang sem gerist bara on air. Fyrir ekki Bestar. Sko, ég fæ alltaf smá minnimáttakennd þegar ég á að segja mína sögu við hliðin og sögunina Gullu. Er það ekki típist samt? Jú, það er svo ógislega mennst, sko. Já. Því ég hugsa alltaf, mín saga er svo ómerkileg og leiðilega með við sögunina Gullu. Þetta er svo fyndið. Þetta er svo fyndið hvernig maður virkar. Þetta er svo galið að vera að bera saman tráma. Ég veit það, sem er bara algjörströð. Tráma er alltaf tráma. Þetta er eins og ég sagði, krassi mitt var bara lítið. Já. Þetta er sem er svo... Ég veit það. Þetta var bara, ég var bara tildrarlega fljóta að jafna mig eitthvað. Já, ég þarf ekkert að vera eitthvað að bera mýtla og taka neitt mikið pláss hérna. Þetta er nákvæmlega það. Já. Ég veit það. En sko, það sem að kannski, ef ég fer svona yfir mína sögu á hundavaði, þá kannski það sem að hefur mótað mig, myndi ég segja hvað mest. Það er fyrst svona bara ákveðin svona höfnun og útilokun sem krakki. Þú veist, ég var alltaf svolítið svona, ég held ég að vera svona svolítið öðruvísi heldur en margir. Ég var svona svolítið þroskuð og ábyrgðafull, ég var hávaksin og hafði bara svona önnur áhugamál heldur en margir. Og ég upplifði þetta skýrt að ég væri öðruvísi og mér fannst mér hafnað. Þú veist, mér fannst þess að ég mætti ekki vera með og ég mátti, þú veist, ég var ekki í lagi eins og ég var. Og það hefur verið alveg rosa mótandi og ég veit alveg að margir eiga þannig sögu og við gerum ofta ótrúlega lítið úr þessu, þú veist, að þetta er svo algengt en þetta bara hefur ótrúlega mikil áhrif á fólk og ég finna að ég er alveg bara ennþá bara að vinna í þessu, þetta kemur upp svo oft þannig að þú veist, það hefur mótað mig og ég hef þurft að læra bara að ég er í lagi í alvörun eins og ég er og röddin mín má heyrast og podcastin náttúrulega bara stór partur í því að heila þetta til dæmis. Svo bara er streita, hún hefur verið bara lita lífið mitt alveg rosa mikið, bara of mikið að gera, mikið álag og ég fór í sálfræðinám og eignaðist 2 börn í sálfræðinámi og eftir ég útskrifaðist þá fór ég ekki að vinna sem sálfræðingur, ég tristi mér ekki í það. Og eftir að hyggja þá sé ég að það var raunin út af streitu. Af því að þá var ég með 2 lítil börn og ég bjó líka í húsnæði það sem var mygla. Þannig að ég var rosalega veik út af myglinni. Alveg rétt. Og eitthvað sem ég hef aldrei sagt áður í podcastinu, að á þessum tíma líka þegar ég var í háskólanáminu og rétt eftir þegar ég var í háskólanáminu, þá fór ég gegnum ófrjósemisaðgerðir. Þá var ég að glíma við ófrjósemi, reyndar mjög ung, þú veist. En þetta voru alveg 2-3 ár þar sem ég var að berjast í því. Fór í bara tæknisæðingar og smásjárfrjókanir og bara, þú veist, það var alveg opaslega mikið álag. Þannig þetta var bara, þú veist, álagið að eiga börnin, hafa farið gegnum þetta og búa í húsnæði þar sem var mygla. Þannig ég var eitthvað bara alveg búin á því þarna og alveg heilsulaus. Bæði líkamlega og andlega. Já. Ég veist að líka þurfa að koma fram á þessum tíma var ekki byrjað að tala myglu eins og í dag.
Einmitt. Eða ófrjósemi kannski. Eða ófrjósemi. Nei, það var ekki mikið það heldur. Þannig að þú veist, þetta er á undan þessari kurvu. Já. Einmitt, og enginn trúði veikindunum og svona eins og var oft þarna. Einmitt. Þannig að ég, þú veist, gekk á milli lækna og var að reyna að finna einhverja skýringar okkur ég var svona lasin. Og einu skýringarna sem ég fekk voru í rauninni bara að ég hlyti að vera bara með kvíða eða það hlyti að vera bara eitthvað svona andlegt. Þannig ég fekk aldrei skilning og rauninni enga hjálp. Og þess vegna líka var ég svo lengi, við bjöggum alveg 4 áraðna, að því það var eitthvað en ekki, þetta er gest núna, þá höfum við flutt út og við bara skilja allt eftir og það er bara gest mjög rætt. En þarna það var það ekkert. Þannig ég var alveg bara heil 4 ár og átti bæðir börnin mín á þessu tímabili, þannig þetta er rosa mikið álag á líkamann. Þannig að þetta var bara ótrúlega skrautlegu tími og maður fattaði ekki þá, en þú veist, ég sé það núna. Svo bara, þú veist, fór ég að vinna og ég byrjaði að vinna sem stjórnandi á Hagstofunni og var í alls konar verkefnum þar og þá fann ég fyrst í rauninni fyrir því svona eftir nokkur ár þegar ég var búin að svona að einhverju liti jafna með eftir veikindin, þá fór ég að finna fyrir svona streitueinkennum. þar sem ég bara, þú veist, var komið með líkamlega einkenni, tilfinningalega einkenni, ég bara grét á leiðinni vinnin og mér fannst ég bara vera svolítið að gefast upp á lífinu. Ástin mín. Já, þú veist, ég vildi alveg lifa, það átti ekki að hljóma þannig, heldur bara, lífið var svo erfitt. Já, ég heyri það. Böguð. Já, bara böguð og var ekki lengur einhvern veginn að ljóta lífsins heldur meira bara að komast í gegnum dagana, skilji. Það var svolítið svona sem að lífið á ekki að vera þannig. Nei, alls ekki. Þannig að þá, í fyrsta skipti ákvað ég, ok, nú þarf ég að fara að gera eitthvað í mínum málum. Fór til sálfræðing sem ég er mjög stolt að því að hafa gert, af því að ég er ekki svona típa sem að er eitthvað svona að biðja um aðstoð. Það var ekki svona partur af mér þá. Af því ég er og var bara svona þessi típiska íslenska kona, bara dugleg. Þú veist, ég ætlaði bara að vera dugleg, ég ætlaði bara að standa mig, ég ætlaði bara já, ég rauninni bara standa mig, bara þegja og halda áfram og ekkit væl og engan auðmyggiskap og allt þetta skiljiði. Og gerði, þú veist, ég gerði svo mikla kröfur til mín. Þú veist, ég sló hvergi af kröfunum. Það var bara á öllum sviðum lífsins átti alltaf að vera 100%, skiljiði. Já, ég hélt einhvern veginn bara ætti að vera þannig. Ég átti að vera, náttúrulega, standa mig vel í vinnunni og ganga vel þar. Ég átti að vera góð móðir, heimili mitt átti að vera fallegt og alltaf reynt. Ég átti að líta vel út. Ég átti að fara í ræktina og hafa mig til og eiga falleg föt. Svo átti ég líka að vera hress og skemmtileg og sexy og allt þetta skiljiði. Var það nokkuð málað? Já, það var rosa mikið mál. En þetta er svo magna hvað maður er klikkaður, sko. Ég veit að þú segir þetta allt upp og telur þetta allt upp. Já. Þetta er galið. Ég veit það. Og þessa pressu setja flesta konur á sig. Ég veit það. Algjörlega. Og samfélagið kennir okkur það. Það ítir undir það. Já. Þannig að þarna ákvað ég að fara í 80% vinnu, minnka við mig og svona reyna að gera eitthvað. Og svo var ég ófrísk af yngsta barnin okkar. Og þá var ég svo glöð, ég var auðvitað glöð að verða ófrísk og ég hafði átt að bara máli fylgja í sögunni að svo átti ég seinni börnin mín 2 bara sjálf, ég þurfti ekki aðstoð tækninar. Þannig að það var svona, ófrjósemið var svolítið svona úr sögunni. Þannig að það var frábært. En þegar þessi strákur var á leiðinni, þá var ég svo glöð, bæða því ég var ánað að þú veist hann var á leiðinni, en líka að því þá gæti ég fengið frí frá vinnunni. Já. Elsku hjarta mig. Já. Ertu að grínast? Nei. Það var bara eitthvað, ok, og fer ég í fæðingarorlof. Eins og það sé eitthvað frí, þú veist, ég vissi þetta alveg innstinni að það að fara í fæðingarorlof er ekkert frí. En ég þurfti allan ekki að fara í vinnuna. Þú varst ekki díla við vinnuna? Nei. Nú er eins og ég sé að stjórna þessu, það er fyrirgefðu. Nei, það er bara fínt, sko, bara gegga, ég sitt bara hérna fyrir. Já, sjúklega stjórnsum típa, ég bara eitthvað, bara svo áhersum. Ég veit það. Ok, og þá fór ég sérst í fæðingarorlof og fór svo að vinna á nýjum vinnustað og það var svona eins og olía á eldin af því þar fekk ég árangurstengd laun. Þar þú veist fór ég að selja þjónustu til fyrirtæki, það var svona mannisráðgjafi, fyrirtækiráðgjafi og eftir því sem ég vann meira, því meira fekk ég laun. Og það fyrir konun eins og mig, sem ég er búin að vera að lýsa, það var olía á eldin. Þannig að þá bara algjörlega spólaði ég yfirum og fór bara í burnout. Þú veist, ég var bara alltaf þreyttari og þreyttari, einkennin orðin meira og meiri og á endanum bara gat ég ekki meir. Og ég náttúrulega, þú veist, einkennin voru bara í rauninni mjög alvarleg, bara alls konar bara doði og máttleysi í líkamannum, þú veist, verkir, kvíði, svona hugran einkennin eins og bara minnisleysi og alls konar svoleiðis
og það voru, þú veist, bara mjög alvarleg einkenni sem ég var búin að upplifa mjög lengi en ég sem sálfræðingurinn, þú veist, með þessi 5 ára á háskólanáminu á bakinu, ég áttaði mig samt ekki á því að þetta væri að gerast. Nei, tókst ekki eftir rauðuflökunum svona? Nei, ég tók eftir ég að mér leið ekki vel og ég vissi ég væri þreytt, en ég áttaði mig ekki á því hversu alvarleg staðan væri og ég áttaði mig ekki á því að ég, sko, ég held alltaf bara, ok, ég held bara áfram og þó ég verði þreyttari þá kemur bara að því að ég hvíli mig. Ég áttaði mig ekki á því að ég myndi einhver staðar bara klessa á vegginn eða mér finnst það reyndar, í mínum huga finnst mér að passa betur að ég hafi svona hrapa fram að bjargi. Af því það gerðist svo eitthvað og þá var ekki aftur snúið. Það var bara eitthvað krass í líkamannum. Og þá neyttist ég bara til þess að fara í veikindaleyfi og það var náttúrulega bara ofsalega flókið og fylgdi bara ofsalega stórar og mikla tilfinningar, bara mikil skömm, bara hversu mikil aumingi ég. Shit, hvað ég tengi. Þú veist, já. Af hverju ætli það sé? Af því að við eigum bara að vera duglegar og við eigum bara að geta drullað okkur gegnum þetta. Klára þetta eins og allir hinnir. Akkur setur þú eins og aumingi og getur ekki gert þetta? Já, þetta er nákvæmlega hugsunin. Af því ég held að allir hinnir einhvern veginn væri að höndla þetta. En svo kemur ég bara að ljósa að það er bara ekki þannig. Það getur þetta enginn. Þannig að sko, en líka bara ókslega mikil ótti. Bara ég trú ekki, ég sé á þessum stað, mun ég einhvern tíma ná mér, mun ég einhvern tíma finna leið til þess að lifa lífinu öðruvísi, þannig mér líði vel, mun einhver vilja ráða mig aftur til vinnu, bara allt þetta. En svo bara tók við bati og ég er að reyna að fara hratt yfir þetta en fyrst þurfti ég náttúrulega bara að læra að hvíla mig og ég þurfti að læra að vera í lagi að bara taka smá pásu og bara jafna mig og svo þurfti ég að fara náttúrulega bara að vinna og skoða innan við bara af hverju gerði ég sjálfur mér þetta, af hverju stoppaði ég ekki, af hverju hlúi ég ekki að mér, af hverju passaði ég ekki upp á mig og reyna að leiðrétta það allt saman og skoða áföllin og allt sem að gekk á og svo bara endanum eftir 20 mánuði þá náði ég mér, eða þú veist, ég var allan að nógur hest til þess að komast aftur til vinnu og ákvað þá að fara að vinna sem sálfræðingur í fyrsta skipti og ákvað ég vildi þess að bara hjálpa fólki í svipari stöðu og öðrum og líka ég vildi breyta samfélaginu. Svolítið svona stórt markmið. Þetta er bara, þú veist, er það ekki alveg ávís nú að fara í burnout og ákveða það? Jú, örugglega, en þú veist en ég samt sjúklega stórt markmið. En núna þá kann ég samt að hugsa mig, skilur. Já, ég veit. Ég kunni það ekki áður. Já, þú veist, ógeðslega góð í því, sko. Æ, takk, ég er ekki alltaf góð í því, en ég er betur en ég var. Þú veist, ég kann að stoppa mig af, ég kann að hlusta á streitumerkin mín og, þú veist, hvíla mig og hlúa að mér þegar ég þarf. Og fór í kjölfarið vinna sem sálfræðingur, bjó til námskeið mitt sem heitir Gott jafnvægi, sem er streitu og fór svona að hafa hátt svolítið, fór að tala í fjölmiðlum og að því ég vill breyta samfélaginu, mér finnst samfélagið að vera gallað þessu leiti, það er bara alltaf mikil áhersla lögð og hraða og bara vera duglegur og allt þetta og vera svo aftengt okkur. Algjörlega. Já, þannig ég er að vinna í þessu. Við kannski förum akkurat í streituna og það á eftir og því að ég heyri þeir eru sammála þú veist, að samfélagið, það þurfa að vera samfélagslega breytingar. 100%. Við getum breytt einhverju hjá okkur en það er ekki nóg. Nei. Við erum ekki fara að breyta því sem þarf að breyta. Nei. Það er bara, við getum gert eitthvað, en það þarf bara, þú veist, það þarf bara sameiginlegt átak hjá öllum. Ætlum við að lifa svona lífi, ætlum við að láta börnin okkar alast upp í þessu. Finnst ykkur þetta bara í lagi? Nákvæmlega. Er þetta næs? Er þetta næs? Meina, hefur þetta góð áhrif á börnin okkar? Erum við að skila út þetta einstaklingum? Þú veist? Ég held ekki. En ef má bjóða þér að segja þína sögu, hún er náttúrulega rosa stór. Já, ég skal fara líka yfir hann á hundaveði. Mín var aðeins svona lengri heldur en hundaveði. Nei, þið þurfu ekki að flytja ykkur, sko. Ok. Ég, hvar er ég að byrja? Ég er fædd 6 merkur árið 1980. 6 merkur? Já. Og var ekki huga líf því að voru ekkert margir fyrirbærar sem voru svona litli sem að lifðu þá og ég veit að tæknin hefur fleygt mikið fram og eins marga börn bara lifa í dag bara góðu lífi en ég held að það einhvern veginn ég sé það svona sem upphafið að mótun karakterins sem ég er ég er ógeðslega frek, ég er ógeðslega ákveðin og ef ég ætlum að gera eitthvað þá geri ég það Þrautseg heitir þetta, já takk ekki frek. Svo fallar orð. Já. Og svo var mér
úthlutað foreldrum sem að faðir minn var alkohólisti og móðir mín var með alvarlega geðhvarfasýki. Og þau voru bæði búin að ganga lengi með sína sjúkdóma þegar ég kem til sögunar. Og sko, hvað fjandan á ég að segja næst? Bara kannski forræðist deilan þegar þú loksins náðu þér og gast komist heim. Ég forræðist deilan hjá mamma og pappa? Já. Já, ok. Þá, já, ég fæðist og 3 mánuði á spítala og foreldrar mínu farið forræðisdeilu af því þau vildu bæði hafa mig og þegar ég fæðist þá eru þau skilin. Og og mamma mín náttúrulega geðhvarfasjúk og búin að vera inn og út af geðdeildum og þannig að þú veist það er svona saga og þú veist alls konar í kerfinu hana. En það var ekkert í kerfinu pappa minn, skilur við. Þannig að þú veist það sást ekki yfirborðin að hann var alkohólisti. Auðveldra að fela það. Og en svo fara þau í þessu forræðisdeilu og hann vinnur hana á þeim grundvelli að því hann fékk mömmu hennar til að skrifa undir einhverja pappíra til að lýsa því yfir að hún væri óhæf móðir. Okay. Og hann þráði rosalega mikið. Hún átti 3 börn fyrir og lappar sér satt út frá því heimili til þegar hún kynnist pappa mínum. Skilur þau börn eftir þar. En hann hafði verið áður hjónabandi og langaði, hann þráði rosalega mikið að eignast barn. Það var eitthvað svona, eitthvað sem hann langaði óbáslega mikið. Og þannig að þá eiginlega bara svona hefst lífið og það er eiginlega bara æskan mín svona litast af þessu tvennu, þú veist, þetta eru stundir á geðdeild Borgarspítalans eins og þar sem hún var þá Borgarspítalanum og ég eyddi löngum stundum þar inni. Með mömmunni? Með mömmunni. Ég veit ekki til þess að neitt hafi gert það. Nei, ok. Og ég var eiginlega bara svona húsköttur þarna. Ég vissi hverjir allir voru, allir vissi hver ég var. Þú veist, Gulli kom inn og gefið minni djús og þú veist, þetta var bara og ég þekkti alla sjúklingana með nafni og þú veist, satt ég bara með þeim öllum inn í reykherbyggi og sem barn, sko. Yeah. Allt eðlilegt. Var mamman þá svona inn og út af spítalinn alltaf eða? Já. Það var bara svo les. Svona rokkaði fram og tilbaka. Og já, og það svona æska mig litast af því og því að vera með alkohóliskan föður sem að er svona túradrykkjumaður og þegar hann fer á fyllería þá hverfur hann. Já, þú bjóst alveg hjá honum? Ég bjó alveg hjá honum alveg frá fæðingu, eða þú veist alveg frá 1 árs. Já, og nefnilega því þú varst á barnaheimili líka. Mér finnst það svo rosalega. Já, ég var á barnaheimili frá 1 árs af því þau gátu ekki ákveðið hvort ætlaði að hafa mig. Og eftir meðan að forræðisdeilinu stóð þá var ég á barnaheimili. Já. Þannig að þú fórstur hérna af vökudeildinni, spítalanum, á barnaheimili. Já. Af því þau gátu ekki, þú veist. Af því þau voru fátar, já. Já, nákvæmlega það. Já, einmitt. Og svo frá 1 árs byrði hjá pappa hennu. Já. Og þannig að svona æskan litast af þessu tvennu, þetta er eiginlega bara svona pínulítið, hvað gerir við fólk sem er ekki hæft til þess að vera foreldrar en er bara samt bæði að reyna að gera sitt besta. Þú veist, það er bara ógeðslega erfið blanda og ég sé það í dag, þú veist, en ég var ógeðslega reiður úlingur til dæmis að því að þú veist, mér fannst þetta bara svo fuckings ósangjant. Tókstu eftir því að þetta var allt öðru sig á þér en öðru? Já. Þú veist, og það er ekkert eðlilegt að, þú veist, skilja barnið sitt eftir þegar það fer að fyllir í og, þú veist, ég vissi það alltaf bara þegar ég kom heim í skólanum. Ef að pabbi var ekki heima, ef hann kem ekki heim, þú veist, cirka svona 10 mínútur yfir 6 og ef klukkan var mikið meir en 20 mínútur yfir 6, þá vissi ég að hann kem ekki heim. Okay. Þú veist. Og sást hann þá ekki í einhverja daga, var það þannig? Já. Já. Þannig að þá sé ég hann ekkert í nokkra daga, það var alltaf þannig, sko. Og varstu þá bara ein? Stundum var ég ein, en
oftast hringdi ég í, ekki alltaf, það var ekki alltaf hægt, en oftast hringdi ég í mömmu og hún sendi mig leigubíl til sín. En þú veist, það kom alveg upp svona eins og einu svona jólin, þá fyrir hann fullri og mamma hann á geðdeild, þannig ég enda, þú veist, ég æði jólunum hjá 2 vinkonum mínum. Þeir foreldrar skipta mér á milli. Og ég fyrir bara gæsa þú. Ég veit þetta er rosalegt. Ég veit það. Þannig að sem betur fer, og ég kann svo vel að meta það við heilan okkar, hann er búin að láta mig gleyma svo mörgu, sko. Finnst þér óþægilegt að rifja? Alls ekki. Okay. Alls ekki. En það er bara svo mikið sem ég man ekki sjálf, sem að ég, þú veist, heyri frá öðrum. Ja. Þú veist, ef ég er að leita eftir upplýsingum. Þetta gerði það bara verkum þessi foreldrakoktill, gerði það bara svolítið að verkum að ég vissi bara alltaf að það var enginn að fara að grípa mig, það var enginn að fara að redda mér, það var enginn að fara að gera neitt fyrir mig. Ef ég ætlaði að gera eitthvað, þú veist, ég bara að gera það sjálf. Ég þurfti bara að gera það vel. Og svona þessi, þú veist, já, svona þessi þrautsegja og sjúklegi lífsvilji og kraftur, þú veist, það hefur alltaf fylgt mér. Og það er einhvern veginn, þú veist, ég held að á því og með húmor fíflagangi, skilurðu? Svona bjargráð. Það er einhvern veginn, þú veist, þetta tvennt hefur einhvern veginn komið mér í gegnum þetta, þú veist, erfiðustu hjallana þegar ég var yngri, sko. En svo bara bjó ég svo ofsalega vel að ég átti góðan vinkonhóp sem var minn stuðningur í þessu. Þær voru bara mín fjölskylda, basically, og eru, skilurðu. Fallegt. Já, mjög. Þannig að góðir vinir geta gert kraftaverk. Það er bara svoleiðis. Og elstu bara upp alveg, þú veist, svo klárar skóla og allt, og bara sjálf, bara... Herru, nei, kláraði skóla? Nei, ég komst náttúrulega ekkert í gegnum skóla. Ég var lesblind og tölublind með ADHD, en ég vissi það ekkert. Af því að það var ekkert verið að greina neitt þá. Það var bara í gamla daga. 80 eitthvað. Og þannig að það var alveg svona, þannig að ég var bara sett í Tossabekk, eins og var þá, og ég var í Árbæðaskóla og við þurftum ekkert að læra. Við máttum bara lita og svona, þú veist, það var ekkert verið að kenna okkur einu sinni. Ótrúlegt. Við máttum bara sitja og gera ekki neitt, þú veist, og bara, þú veist, spjalla og svona, þetta var alveg fáránlegt. Og þannig að í rosalega mörg ár hélt ég að ég væri heimsk og ég væri bara, þú veist, bara, að það væri bara ekkert viti í þessum haus, sko. Og sem er bara eðlilegt eftir að maður er búin að lifa í öll þessi ár inn í skólakerfinu og niðurbrótið er endalaust og uppbyggingin er engin og aðstoðin og hjálpin. Þannig að þú veist, það var rosalega mikið svona sár fyrir mig lengi. Já. Að þú veist, að geta ekki gert það, þú veist, það pirraði mig alveg sjúklega, mér langaði bara svo ógæðslega mikið að fara í skóla og geta gert það sem allir hinni voru að gera. Akkur get ég ekki setið inn í skólastofu og lært starffræði og gert þetta allt saman, skilur? Akkur getur þetta allir hinni með ég, skilur? Það pirraði mig alveg brjálaðislega og þetta var alveg svona, þú veist, þegar ég var úlingur og þegar ég var yngri og reyndi alveg nokkru sinnum, þetta er ekki eins og ég hef gefist upp. Ég reyndi alveg nokkru sinnum, þetta bara gekk ekki. Þegar svo fer ég í greiningu þegar að dóttin mín er 1 árs. Þá kemur þess að stíljós hvað dóttur okkar gamlar. Þetta verið 2010? Já. Þá 2010. Þá kemst ég að því að ég er, þú veist, lesblind og tölublind og með ADHD. Þannig að það útskýrir ýmislegt af hverju þetta var ekki gangu upp. En mín meðal annars fyrir utan það að eiga góða vini að þá er hin lukkan í lífi mínu að ég byrjaði að vinna snemma og ég vissi það náttúrulega, ok, þú veist, þetta skóladrasl var ekkert að virka, saman hvort mér líkaði það betur eða verð og þú veist, ok, það bara drullar þér í vinnu og ferð að gera eitthvað að viti, skilurðu, og ég var bara svo heppin að ég álpaðist inn í skóbúð
og kynnist á sölustörfum. Ég er 17 og ég hef vel ekki farið af búðagólfinu síðan og ég er 44 ára, sko. Þú veist, það er bara skemmtilegast sem ég geri og skemmtilegast sem ég veit að greiða fólk og hjálpa fólki og upplifa stóru stundunar í lífinu með fólki og þekkja kúnana mína og þú veist, þetta er hrikalega skemmtilegt starf. Þannig að eiga góða vini og komast í vinnu þar sem ég gat blómstrað. Voru svona, ég sé það í dag, að það var svona þessi 2 faktorar sem gerði að verkum að ég geti blómstrað. Félagslega heilsan ennefnilega alveg jafn mikilvæg og sko líkamlega og andlega heilsan. Algjörlega. En þessi þáttur verður einhvern veginn oft út undan þegar fólk er eitthvað að bæta heilsuna. Það gleymir það að huga að félagslega heilsun er svona ótrúlega mikil. Hún er það. Bara skiptir öllu máli. Bara finnir að þú sért með jafningjastuðning og skilning og þú veist, þú sért í kringum fólk sem er örugt og þú veist, mætið er ekki dómhörku og gagnrýni og þú veist, þetta skiptir svo miklu máli upp á svona tilfinningarlegan þroska og upp á, þú veist, að maður bara þroskist fallega og komið heill út í lífið. Já. Ég held að podcast geti líka hjálpa fólki aðeins með þetta. Þetta er svona smá félagskapur að hlusta podcast. Já, góða punktur, ég var ekki búin að spá í því. Ég hef hitt einn í gerð, hann sagði, ég sopna alltaf með eyrun. Og ég tók því ekki sem móðgun því að ég sagði, ok, þá er ég allavega með notalega rödd. Já, nákvæmlega. Já, við erum búin að heyra það, því að ég hlæ svo hátt að það er ekki hægt að sopna við okkur. Nei. Fengum kvörtun, sko. Já, Gulla lesa hátt að ég vakna alltaf þegar ég byrja að hlæja. Þannig að fólk er pick me up, þá hlustar það ykkur. Já, þannig að ég held að það sé bara rosa gott combination. Það er skemmtilegt. En ef við klárum kannski bara svona þína sögu, sko, hvert þú ert komin í dag, þá man ég að þú sagðir í þættinu þig að svo eftir að foreldraðinni létust, þá fórstu í raun og vera að vinna úr þessu. Og þá kemur alls konar í ljós. Bakkin. Já, sko, það er eitthvað svo dásamlegt við heilan að hann vendar okkur svo mikið og lætur okkur gleyma svo mörgu og ég er þakklátt fyrir það. Þú veist, ég veit að hljóma pínu skrítið, en ég er það. Af því það er bara svo margt sem ég langar bara, þú veist, mér langar ekkert að rifja upp og mér langar ekkert að munna það, skilur. Þú veist, og ég gæti ekki reynda, þú veist, að þetta er bara delete. Það eru mörg áraðna bara sem eru bara delete, sem mann bara ekkert. Okay. Og þú veist, og engar minningar frá. Og en svo deyja foreldrar mínir með ykkur ára millibili og áður en að þegar mamma mín deyr fyrst og þegar hún deyr þá fer ég alveg í svona sjálfsvinnu, þú veist, dæmi, fer til sálfræðings og byrja eitthvað krukki í þessu og svona eitthvað, já, ok, þú veist, það nóga greftir hvar í anskotanum að ég byrja á eitthvað, þú veist, og gerði það alveg og ég er eitthvað neginn svona þannig típa að, þú veist, ef ég ætla að gera eitthvað þá, þú veist, ger ég það 100%, það hljómar alveg típist eitthvað og þú veist, þannig ég, þú veist, reyndi að gera allt sem ég gat, ég bara, ok, nú ætla ég bara að vinna úr þessu, ég ætla bara að gera þetta, bara að klára þetta og bara, þú veist, þá hélt ég þetta væri bara svona eitthvað, þú veist, bara kannski einhverjum mánaðaprógram sem ég geti tekið, þú veist, þetta væri ekkit svona, eins og ég er búin að komast það í dag, þetta er eilífðarvinna, skilurðu, ég held ég gæti bara svona drulla þessu gegn og fara að klára þetta og geti fengið stimpil á rassinn og málið er dautt, skilurðu, en það er ekki þannig. Og en svo, þú veist, byrjaði ég að vinna vel í mig þá og svona reyna, svona komast að því, svona hvaða er sem að svona er svona að hamla mér og hvaða er sem ég geti kynnast mér betur, basically. Og svo kemur það bara í ljós þegar ég er búin að vera í þessu svolítinn tíma í nokkur ára, þú veist, að það er alltaf eitthvað sem ég skil ekki. Það er alltaf eitthvað sem að einhvern veginn að einhverju leyti meikar ekki sens og ég skil ekki hvað það er, en það er eitthvað sem vantar í púsli, það er eitthvað sem ég skil ekki sem að bara einhvern veginn, það er eitthvað þarna sem meikar ekki sens, þetta er einhvern veginn, það er eitthvað þarna og ég gata einhvern veginn, ég var ekki einu sem orðaforða til að útskýra það. Þetta var bara tilfinning sem ég var með og svo deyr pabbi minn og
ég var búin að taka þá ákvörðun 10 árum áður en hann deyr að loka á öll samskipti. Að ég tek þá ákvörðun þegar ég fæði eldri dóttur mína að ég hef ekki áhuga á því að blanda honum inn í minn lífsins hrærigraut. Þannig að síðustu 10 árin hans meinar hafðir ekki samband. Senustu 10 árin hans hafði ég ekki samband. Ég hafði ekki áhuga á því, ég vildi halda mínum lífsins hrærigraut frekar svona hreinum til að byrja með. Það væri þá bara ég sem myndi gera klúðurinn en ekki hann sko. Mér langaði bara að gera þetta vel. Mér langaði ekki að byrja á að menga þetta allt með einhverju drama og kjaftaði og eiga við alkohólista sem veikur, það bara ofsalega erfitt og þeir eru náttúrulega bara konfrontingi raskat og viðurkenningi neitt og eru alltaf fórnarlömb og þetta bara ekki hægt að eiga við svona fólk sko. Þannig að þetta var bara það besta sem ég gæti gert. Erfiðast ákvörðun sem ég tekið. En bara settir þið skýrmörk. En ég setti bara skýrmörk, þessi bara lokið. Vel gert. Já, takk. Þetta var rosalega erfitt ákvörðunarferli. En í dag, ég meina þegar maður á svona dramatíska æsku þá viltu heldur, það seinast sem þú vilt í lífinu þínu að börnið þín þurfa að upplifa svona. Akkurat, já. Það bara einhvern veginn, ég held að allir séu þannig að þú vilt alltaf að börnið þín þurfi ekki að upplifa það sem að þér fannst slæmt. Ég held að það sé bara innbyggt í foreldra. Já, algjörlega. Þannig að það var einhvern veginn rosalega skýr fókus hjá mér. Þannig ég bara búin að kynnast dásamlegu manni og við erum bara gift og við erum freknast börn og bara skilur þetta ekki kryddið sem ég þarf í þetta. Þetta krydd passar ekki við. Og en svo fer ég, þegar hann lest, þá fer ég að grafa eins meira og eitthvað svona, fer áfram til sálfræðings og bla bla bla. Nefnum bara, á þessum tíma var ég búin að bæta inn svona andlegu apparati. Ég var farin að hugleiða meira og svona gera svona hluti, svona meira svona, bara svona í raun og veru svona rökrétt framhald af því þegar maður byrjar í sjálfsvinnu, það fannst mér þetta ekkert bara svona, þetta hjálpaði mér. Ég með mjög virkan huga, mjög og æst, tjók. En þannig að já, ég þarf, að hugleiðslega eitthvað svona sem ég þarf að vera með í lífinu mínu til þess að mér líði vel. Og ég mjög, þetta kemur í svona bylgjum, ég ekki svona heilu og ég alltaf að gera þetta, það ekki þannig. En í eitt skiptið þá ég í hugleiðslu og þá lend ég í því að fá eitthvað sem heitir bæld minning. Sem að átti eftir að hafa miklar afleiðingar og fyrir líf mitt og það var púslið sem mig vantaði og það sem að ég upplifi í þessari bældu minningu kynferðisleg misnotkun. Þegar þú spart? Já, af nánum fjölskyldumeðlum. Já. Og ég sem sagt upplifið þetta og vissi bara ekki hvað ég átti að gera. Hvað þetta? Af því að þetta svo, þegar maður lendir í svona þá þetta svo sterkt, upplifin svo sterk að þetta eins og þú sért á staðunum þá. Þetta ekki eins og þetta sé svona einhver minning, eitthvað svona óljóst í einhverju skýi. Það bara að þú upplifir þetta líkamlega eins og þetta sé að gerast fyrir þig á punktinum. Og mér fannst þetta bara, ég var bara ótrúlega hrædd og bara, ég að missa vitið? Það fór alveg gegnum hausuna mér, bara hvað í anskotanum þetta? Og og ég googla, sem ég mæli ekki með að gera. Þannig ég googla og ef þú googlar bældan minningar, þá stendur að þetta sé bara svona þvæla. Þetta sé bara svona bull og þetta sé ekki til og eitthvað. Á einhverjum þræðinum sem ég las. Þannig ég bara eitthvað, þetta bara eitthvað bull. Ég bara eitthvað bulla, skilur. Þetta bara ekki til. Ok. Mér fannst þetta samt mjög skrítið og mér fannst þetta samt mjög erfitt en ég gat samt ekki talað þetta og ég sagði engum frá þessu í 2 ár, ekki eins og mannin minn. Wow. Ég satt bara með þetta sjálf og var að böglast með þetta og þetta
þetta var alveg hrikalega erfitt. Þetta mikil áhrif á þig. Svakalega. Og að því þetta einhvern veginn, þú veist, að því þegar ég er búin að fá þessar upplýsingar, eða skiluru, að þá passaði púslið. Þá einhvern veginn meikaði allt hitt sans sem að ég hafði ekki skilið hinga til. Okay. Sem voru bara svona alls konar litlir hlutur sem samt skipta máli. Og og eiginlega upp úr því að þá fer ég í burnout. Þegar ég er búin að böklast með þetta í 2 ár, þá er ég bara, það er ekki það. Ég er ógeðslega duglega að vinna, skilurðu. Ég hef alltaf vunnið mikið og gera það ennþá. Og þannig að verðum að segja okkur og ég er að hlæja. Já. Þú horfir að mig svona, af því að ég er alltaf skammaði fyrir að vinna mikið, sko. Bara eitthvað, sorry Lítja, eins og ég hafi eitthvað málið að segja. Já. Þegar ég veit upp á mig skammin. Já. Þetta er það, svona, eins og óþekka barnir. Já. Það er erfitt að kenna gamlum hundum að sitja, sko. Ég veit það. Það er þannig. En upp frá því að þá, þú veist, það bara segir líka minn stopp. Þá er bara, þú veist, þá fer ég í EMDR, heitir það. Og það er svona áfalla meðferð. Og það, að því ég var búin að liggja á sófum hjá sálfræðingum, liggja á sófum, ég lána alltaf ekki neinum sófa, en það er bara hljóma betur. Liggja á sófum hjá sálfræðingum í, þú veist, áratugi, þú veist, og komst alltaf bara visst langt. Og þú veist, það var einhvern veginn ekki nóg, skilur, það var alltaf, ég bara eitthvað, þú veist, akkur losnar þetta ekki, akkur fer þetta ekki, akkur einhvern veginn klárast þetta ekki, þú veist, og mér fannst þetta svo skrítið. Og en svo fer ég í þessa EMDR meðferð og það bjargaði lífi mínu, bara hreint og klárt, bara, þetta er bara það dásamlegasta fyrirbæri sem ég hef lent í. Ég spyrjum lítið í sálfræðinga eftir aðeins út í þessa meðferð. Já, hvað er þetta? Hvað er svona? Já, og þetta er sem sagt, hjálpaði mér svo rosalega. Það er ekki, þú veist, þetta er ofsalega erfið meðferð og að því þú þarft að upplifa erfiðu hlutina í meðferðinni. Og svo er hugræðand verið að reyna að breyta viðbröð eða breyta útkominni, basically. Er það ekki svona skítsamlega útskýring á þessu? Jú, svo skítsamlega, ég skal útskýrt aðeins betur eftir. Þetta er eye movement, nei, EMDR. Já, eye movement. Rapid eye movement eða eitthvað. Já, núna kemur að ljós, ég man aldrei nákvæmlega fyrir hvað skammstöfunni stendur, en það snýst við notum augnkræfingar eða svona bilateral stimulation til þess að koma djúpt inn í taugakerfið og vinna úr til dæmis áföllum sem að við höfðum ekki getuna til þess að vinna úr þá. Þannig að það snýst svolítið að muna eftir einhverju, finna það í líkamanum, finna tilfinningarnar og fara svo í þessu úrvinnslu. Og taugakerfið okkar kann að fara inn í þessu úrvinnslu og þetta er til dæmis tengt, sko, þegar við sofum þá förum við gegnum svona svefnhringi og einn af þeim er REM-svefn, þar sem að augun hreyfast rosalega mikið og þá er heilina svona ganga frá upplýsingum og minningum, þú veist, eftir daginn. Og það er svona eins og við komumst svona svolítið inn í þann funksjón, sko, með þessum augnhreyfingum, að við komumst inn í svona úrvinnslu kerfi, taugakerfisins. Okay. Þetta er allavega bara, þú veist, þetta var fyrir mig allavega bara algjör guðskjöf og gerði eitthvað fyrir mig sem ekkert annað hafði komist nálagt í að gera. Og svo bara lifið ég hamingjusöm til æviloka, takk og bless. Ok, takk bæ. Takk og bæ. En sko, þið tala báðir burnout. Já. Eða klesabæk. Já. Og það tekur ekki bara 1 mánuð, 2 mánuð eitthvað að koma sér aftur tilbaka. Heldur ég heyrði þú sagði 20 mánuð þangað til fórst í vinnu og þú alveg 12. Já, þú veist, þetta er hvað, sko, ef einhver er að hlusta núna og er annarkvort bara alveg að stefna fram í bjarginu, veist, hvað geta þeir gert? Einmitt. Og líka þeir sem eru á þessum stað, eru í veikindaleyfi. Eru þið með einhver svona veist, ráð eða eitthvað sem að geti sagt við þessa aðila?
Og ég byrja. Já. Af því þú átt eftir að segja eitthvað Ég geggjað get sko gáfulegt, talað í 3 daga. Ég veit að þú átt nefnilega eftir að segja eitthvað gáfulegt, þannig ég ætla að byrja. Ég hef aldrei eftir að koma vel út að við tala á eftir því. Sko, ég held að, sko, ég man allavega þú veist, það sem flæktist mest fyrir mér var, þú veist, skömmin að vera á sem stað. Skömmin að hafa komið mér á hann stað og skömmin að hafa ekki geta séð fyrir í, þú veist, í hvað stemdi. Þú veist, að hafa ekki gripið inn í fyrr og einhvern veginn, þú veist, reynda svona einhvern veginn milda höggið, basically. Það flæktist óðbúslega fyrir mér. Þú veist, að því ég bara svona, ég ger þetta sjálf, ég finn út úr þessu sjálf, ég leysi þetta sjálf, þú veist, og bara látiði mig vera, skilur við. Þannig hefur það bara alltaf verið, ég bara leysi þetta, skilur við. Þannig að þú veist, þarna var ég bara komin á einhvern stað þar sem að einhvern veginn ekkert var að fara að gerast og ég var ekkert að fara að geta leyst þetta sjálf, sama hvað mér langaði það mikið. Og eina lausnin bara að gera ekki neitt. Ég er ekki góð í því. Ég hef aldrei verið góð í því. En þegar ég bara kemst á þann stað að, þú veist, að minni mitt orðið svo gloppótt að ég, þú veist, ég man ekki hvað fólk segir við mig í símtali að, þú veist, og ég sný mig við og fólk kannski að leiðbeina mér eitthvað og ég man ekki hvað fólk sagði. Þú veist, þá ertu á einhverjum stað þar sem þú getur ekki snúið við. Þú veist, þarna verðum að bara stoppa. Það var allavega svona minn stopppunktur. Þarna var ég bara, ok, minni mitt farið. En var það þannig að þú fórst til læknis með þessi einkenni og það var bara sagt, nú ferð þú í veikindaleyfi? Já. Já, því oft maður sér ekkert sjálfur bara eitthvað, ég ætla í veikindaleyfi. Nei. Maður er oft svo ekki á þessum stað. Maður ætla bara að harka þetta af sér. Já, þú veist, og ég meina það var náttúrulega bara það sem ég var búin að gera. Lengi, skiljuru. Og, þú veist, alltaf ekki að gefa undan. Þú veist, mér finnst, þú veist, þetta er eitthvað svo mikið stolt og ígó. Þetta er bara ígóði og stolti sem er að þvælast fyrir manni. En sem manni finnst þetta eitthvað svo, ég veist, þetta bara svo sjúkla auðmikilegt. Skilur? Þetta er bara ógæslega hallarslegt. Að vera einhver veikindaleyfi, eins og einhver ræfill. Þetta er bara svona einhver svona gömul forritun, þú veist, og líka bara uppeldi mitt. Þú veist, það er bara, ég þarf bara að redda þessu sjálf og ég þarf bara að gera þetta sjálf og það er enginn að fara að gera neitt fyrir mig. Þú veist. Þannig að þetta er einhver svona hræri grautur af því. Þú veist, og bara hlaupa alltaf áfram, bara áfram og áfram, þú veist, en bara að vera blíður við sig, það einhvern veginn reyndist mér best af því að það var erfiðast fyrir mig. Mér fannst ótrúlega svona, þetta sjálfsmildi, ég vissi ekkert hvað það var, ég hafði aldrei kynnst því, hvað þýðir það, hvað þýðir sjálfsmildi og hvað þýðir þetta að vera góður við sig, ég hafði bara aldrei verið það, ég var alltaf bara drullaður áfram. Haltu áfram, hættu þessu væli, ekki vera aumingi, þú veist. Og þannig var sjálfstalið alltaf, skilur við. Það var aldrei eitthvað svona, já, gefðu þér séns, verður bara róleg, slakaðu á og klappa mér á öxlina og eitthvað, ég bara, what the fuck, hvað er það? Ég bara vissi ekki hvað það var, skilur við. Þannig að fyrir mig var þetta sjálfsmildi, algjör punktur og þú veist bara að, það má vera góð við sig. Sko, já, þú veist, ég tek undir það sem að Gulla segir, þú veist, þetta er allt mikilvægt. Það sem að mér langar að segja við fólk bara, þú veist, ekki gera ekki neitt, þú veist, í alvörunni, þó að það sé svona smá klísja, af því að, sko, fyrsta lagi, þú veist, það að lenda á þessum stað, það endurspeglar einmitt oft bara menninguna í samfélaginu okkar. Þú veist, það er bara, sökin er á margan hátt, einhvers staðar annars staðar heldur en innra með þér. Þú veist, það er bara, menningin okkar er svona, okkur er kennt að bara keyra áfram og halda áfram með engan aumingiskap og ég held að það sé að því að það er svo stutt síðan við Íslendingar vorum bara í harkinu. Þú veist, það er bara svona 100 ár síðan að við bjöggum bara einhverstaðar í einhverjum torfkofum og þurftum bara að hafa þvílitt fyrir því að halda lífi í börnunum okkar. Skiljið, það er ekki nema 100 ár síðan, rúmlega kannski. Þetta er bara í genunum okkar. Já, ég heldur sem í rauninni bara sem þjóð ekki búin að átta okkur á því fyllilega að við þurfum ekki lengur að vera svona dugleg. Þú veist, bara lífið okkar er allt öðru sem við megum bara slaka á. Af því að, þú veist, ömmur okkar afar kenna foreldrum okkar kenna okkur. Þetta eru svo fáar kynslóðir síðan, þú veist, þessar breytingar urðu á samfélaginu okkar. Þannig að, þú veist, sleppum skömminni, hugsum, þú veist, munum að þetta er líka bara út af samfélaginu okkar, út af því sem okkur er kennt. Og gerum eitthvað í málunum. Af því að það er alveg hægt að finna leiðir til þess að lifa lífinu á annan hátt. Það er hægt að finna leiðir til þess að
ná árangri þar sem að maður vill ná árangri í lífi og starfi, en á sama hátt hlúa að sér og passa upp á sig og líða vel. Og þessi hugmynd að við þurfum alltaf að hafa brjálað að gera, það er bara bull. Brjálað að gera? Já. Þetta er bara svo satt. Það er bara brjálað að gera. Já, þegar maður segir hæ við fólk, hæ, hvað segiru? Þá er mjög oft bara, já, bara allt gott, það er bara brjálað að gera hjá mér. Og hvað vill fólk fá þegar það segir þetta? Það vill fá hrós og viðurkenningu. Af því að það er þannig í okkar samfélagi að ef við höfum brjálað að gera, þá erum við að standa okkur vel. Þá erum við að sigra lífið. Algjörlega. Þannig að, þú veist, og þetta er bara bull, við þurfum ekkert að hafa svona brjálað að gera. Við getum alveg unni minna og hægt á taktinum okkar og samt staðu okkur vel þar sem við þurfum að standa okkur vel og viljum standa okkur vel. Þannig að, þú veist, ekki neitt, stígðu út úr þessu og fáðu aðstóð. Og til dæmis, nú ætlum ég bara eins að nota hérna þessu plugga, en þú veist, ég bjóð til námskeið sem heitir Gott í jafnvægi, sem að fjallar það að hjálpa fólki í rauninni að minnka streituna og hlúa betur að sér, en á sama hátt, þú veist, ná árangri, það sem það vill ná árangri, þannig að finna jafnvægi sitt. Og það er til dæmis hægt að koma til mín á þetta námskeið og hérna þátttakendur sem hafa farið í gegnum það hafa verið mjög ánægðir, þetta hefur hjálpað mjög mikið. Og svo er alltaf bara fullt af fólki þarna út í bæ, fullt af fagfólki sem getur hjálpað, þannig að fáðu hjálp. Og ég segi líka alltaf, sko, þú veist, að því ég og Gulla er að lýsa líka svona opaslega mikill skömm. Og ég, sko, ákvað, ég fór eitthvað svona að hugsa þetta og hugsaði, ok, ég er í burnouti af því ég er búin að vera of dugleg. Ég er búin að standa mig of vel. Ég er búin að vera, þú veist, ég er ekki sérhlífin, ég er bara búin að vera eitthvað neina bara að reyna að standa mig. Og hvernig er hægt að skamma sín fyrir það? Bingo. Nákvæmlega. Þannig að ég snýri skömminni við og nú er ég með fólkaorðuna. Já, ok. Ó, hvað ég elska það. Já, þú veist að því ég komst í gegnum þetta. Já. Ég var bara brjálæðslega dugleg. Svo reyndar klesti hana vegg og það var brjálæðslega erfitt og allt það. En svo fór ég í gegnum það og fór bara að vinna sjálfur mér og hérna leiðrétta og er svona búin að læra að lifa lífinu upp á nýtt. Þannig að já, og svo er það bara einfallega þannig að ef maður upplifir of mikla streitu, þá þarf maður bara að gera breytingar. Það þarf að minnka álagið, bæði svona hið ytra, bara þú veist, bara aðeins að fækka verkefnum, en það þarf líka að minnka álagið sem er innra með manni. Það þarf að horfa í áhyggjurnar. Það þarf að horfa í kröfunar sem við erum að gera okkur. Allt þetta meðvirknina, allt þetta sem er innra með okkur sem hefur líka svo mikil áhrif og veldur líka svo mikil streitu. Innri streitan er oft bara meira vægi en ytri. Það er nefnilega oft þannig, sko. Og það er auðveldar að leggja ytri streitu þetta frá sér. Já, það er það. Það er auðveldar að fara í veikindaleyfi, en það er mjög erfitt að fara í veikindaleyfi frá sjálfum sér og frá áhugjunum sínum. Og svo það líka, og það má ekki gleymast, fólk reynir rosalega oft að fara fram hjá því, eins og þú veist að lýsa Gulla og ég upplið líka, fólk reynir að sleppa því að hvíla sig. Þú veist, en það þarf að hvíla sig. Það þarf að búa til tíma þar sem maður er ekki að gera neitt. Já. Það þarf að búa til tíma til að sofa og bara liggja einhvers að slaka á. Það þarf að vera partur af jöfnunni, en fólki finnst það oft erfiðast að því að þegar maður hvílir sig, hvað gerist þá? Þá finnum maður hvað að gerist innra með sér. Og það er oft svo erfitt. Það gerist þá. Það þarf bara að fara að konfronta hennan haus. Já. Það er svo leiðilegt, Lydia. Ég veit það. Það er leiðilegt, en það er svo, það hjálpar svo mikið. Ég veit það. Þannig að fólk er í flótta frá sjálfu sér. Ég held, rosalega mikið. Allan að ég var það. Ég get bara talað fyrir mig. Ég var líka. Það er bara, ef þú stoppar, þá þarfst að hlusta. Þegar þú veist, þú ert með eitthvað. Já. Það er eitthvað plata í gangi og hvað segir platan þér? Algjörlega. Hvað gerði þú til dæmis, Lydia, þegar þú fórst í veikindarleyfi og þú áttaðir á því að þú þyrftir að breyta einhverju? Já. Hverju byrjaðir að breyta? Sko, fyrst var ég alveg ótrúlega svona ráðalaus og vissi ekkert hvað ég ætti að gera. En ég svona, þú veist, ég var hjá sálfræðingi og mér var ráðlagt að, þú veist, hvíla mig, en samt á einhvern hátt upplifði mjög mikið svona ráðleysi og var rosa svona ringluð. En ég vissi samt ég þyrfti bara að hvíla mig. Það væri fyrsta skrefið. En það var alveg ótrúlega erfitt, sko. Af því að þú veist, við vorum nýflutt í nýtt hús þarna og það þurfti að mála allt húsið. Þannig að ég hugsaði, ok, nú er ég komin í veikindaleyfi því að læknirinn sagði mér að gera það. Þá ætla ég að nýta tíman vel. Og ég ætla bara, þú veist, ég ætla að pakka upp úr öllum kössunum, ég ætla að mála húsið og þegar ég er búin í þessu veikindaleyfi þá er ég bara búin að græja húsið.
bilast. Skiljið, Já. sem náttúrulega bara algjörlega órökrétt og óraunhæft af því að ég hafði ekki heilsu til þess. En ég er bara dugleg, þú veist, við erum bara að nýta tíman og allt þetta, skiljið. Þannig að ég, þú veist, fór að mála og það endaði rauninni þannig að maðurinn minn svolítið að stoppa mig af því ég var að mála en var alveg það slæm til heilsunar, þú veist, að ég var kannski, þú veist, búin að rúlla upp vegginn kannski 3 svar, þá þurfti ég bara að leggja frá mér rúlluna og bara, þú veist, anda af því ég var svo móð, þú veist, og en hann notaði svona tricks á mig, sko, hann sagði, hvað myndi vinnunniðinni finnast það, eða, þú veist, yfirmönnunniðinum, ef þú veist, ert ekki að hvíla þig, þú átt að vera heima að hvíla þig, en þú ert bara fullu heima, lítur það ekki svolítið illa út. Þannig að þú veist, það voru rökin sem að fengu mig til þess að reyna, til að stoppa og reyna að fara að hvíla mig. Já. En það var bara rosa flókið. Og svo þegar ég samt fór þegar ég gaf líkamannum loksins leyfi til þess að slaka á, þá varð ég verri. Þá varð þreytan meiri, orkuleysi meira og ég bara svona bara einhvern veginn lagðist í rúmið. Og þetta er mjög algengt. Og þegar fólk gefur sér leyfi, þá svona eins og líkaminn bara nýti það. Bara ok, nú bara hvílu okkur. Þú talaði þetta Anna Sigurðar. Já, akkurat. Sem þú vinnur með. Já, nákvæmlega. Við erum saman hjá Samkennd. Eða hún á Samkennd og ég er að vinna hjá henni. Já, en varst þú á engum, fyrir ekki að ég sé að skipta mér að þetta. Nei, bara frá. Varst þú á engum tímapunkti, fékkst þú aldrei svona tilfinningu bara, oh my god, er þetta að fara að vera bara svona? Er ég bara að vera svona alltaf? Jú. Það var það sem ég hræddi mig. Ég bara eitthvað, er ég bara að vera á þessu, veist, þessum stað, á þessu orkulefili, á þessu, þú veist, ég var, einhvern veginn, ég sá það einhvern veginn ekki fyrir mér að því mér fannst þetta gerast bara svo ógeðslega hægt. Jú. Ofbáslega litla þolinmæði. Jú, það er algjör, ég upplýði það bara þegar hún ótrúlega ótta, bara ok, nú er ég bara búin að tapa heilsunni og ég mun aldrei ná mér. Ég mun aldrei geta að lifa eðlilegu lífi. Og ég mitt óþolinmæði. Þú veist, ég held að ég myndi bara, kannski, það væri svona kannski 4 vikur. Og þetta er það sem ég þarf alltaf að segja mínum skjólstæðingum og þá sem er að námskeiða hjá mér, að það að ná sér eftir burnout, það tekur miklu, miklu lengri tíma heldur en maður býst við og heldur en maður vonar. Og til dæmis, Svíjar eru mjög framalega í því að rannsaka og vinna með streitu og burnout. Og þeir segja að það að ná sér að fullu eftir burnout taki að meðaltali 2 til 3 ár. Þannig að þú veist, við ætlum ekki að mæla þetta í vikum, við mælum þetta runni í hálfum árum frekar. Þú veist, þannig að það er ótrúlega mikilvægt fyrir fólk að átta sig á þessu, þannig að það finni og upplifi að bataferlið þeirra er alveg eðlilegt. Þú veist, þó þetta takir svona ofsalega langan tíma. Það sé ótrúlega mikilvægt að tala um það líka. Það er miklu lengur heldur maður heldur. Mér er svolítið skemmtilega önnur hver ykkar talaði að sjálfsvinnan væri bara svolítið svona svo tölvuleikur. Að komast upp borð. Mann liði svona sem að ná einhverjum áfanga. Akkurat. Já, ég man að ég sagði það. Svo við erum alltaf báðar búinur að, eins og þú varst að tala um stimpilinn áðan, sko. Þú vildi fá bara svona búin með sjálfsvinnuna, stimpilinn, þú veist, en það er því miður ekki þannig. Þú veist, maður vinnur í sjálfum sér endalaust. En það sem að, þú veist, ég uppgötaði er að þegar maður er að vinna í sjálfum sér, þá finnur maður ávinningin. Þá allt í einu líður manni betur og það gerist eitthvað, það bara verða einhverja stórkostlega breytingar á lífinu, bæði innan og utan. Og í staðan fyrir að hugsa þetta sem einhverju svona kvöð, bara það er umöðlegt, þú eru alltaf að vera að vinna í sjálfum sér, hugsa þetta sem frekar sem bara skemmtilegan leik. Bara þú gerir eitthvað, þú fer djúpt ofan í eitthvað og þá kemst eitthvað upp level og þér finnst það dásamlegt og það er svo gaman. Og ávinningurinn er líka svo mikill, þú veist, það er það sem að kemur manni áfram. Þegar maður finnur að maður er einhvern veginn búin að gera vist, þá græður vist og þá einhvern veginn ferðu upp, þú veist, þú finnur það. Algjörlega, og þá viltu halda áfram. Það er hvatinn, sko. En ég man líka, sálfræðingurinn minn sagði mig bara, Gulla, þú veist samt að þitt 100% er annara 60%. Það var bara svona svolítið svona, já, er það? Já. Þú veist. Þú gafst þig kannski leyfi til þess að aðeins að draga niður kraftin. Já, bara þótt ég myndi gera 60%, þá er það samt annara mann 100%. En svo er líka bara svo flókið, því að hvað er sjálfsvinna? Hún er kannski ekkert eins fyrir þig og fyrir þig og fyrir mig. Og við fáum ekkert handbók. Nei. Bara gerð svo vel, farða vinni sjálfur, gerð svo vel. Það er ekkert hægt. Sammála. Þannig að
hvað á fólk að gera? Já. Hvað sjálfsvinna ef bara... Já. Hvað sjálfsvinna? Sjálfsvinna þegar þú gefur sjálfur þér rými og tækifæri til þess að fókusera bara á sjálfan þig og gera það sem að þú þarft að gera fyrir þig þá stundina. Sama hvort að það sé, þú veist, að setjast niður í hugleiðslu eða fáðu súkkulaði, þú veist. Stundum það fyrir mig, hjá mér. Já. Og þú veist, og bara gefa þér, þú veist, leysa það sem þú þarft að leysa fyrir þig, akkurat þá. Þú veist, og auðvitað náttúrulega verkefni miklu, miklu starra þegar maður á burnout stigi. Þú veist, þá veit maður bara ekkert hvað maður á að byrja og þetta bara svo ógeðslega flókið og yfirþyrmandi verkefni. En þú veist, þegar maður komið lengra eins og núna, þú veist, þegar ég finna ég að djöflast yfir mig, eins og ég kalla, að þá, þú veist, þá ég miklu fyrr að, þú veist, stilla inn á mig, að því að ég hef gefið mér hérna tíma áður og ég veit hvernig það að vera í tengslum við mig. Og það þetta tengslaleysi og þetta tengslarrof sem svo slæmt. Að því að, þú veist, ef þú ert ekki í tengslum við innra sjálfið þitt og, þú veist, innri röddina þína, hvað sem þetta heitir allt saman, að þá, þú veist, það mun ekkert gott gerast. Þú veist, það bara þannig. Ég nýbyrjuð í námi hjá Virkja í markþjálfun. Já. Og það svo gaman hvað maður, þegar maður hefur heyrt þetta orð að vera að vera í meðvitund. Já. Ég hef heyrt þetta milljón sinnum. Já. En bara síðustu helgi, þá sat þetta svo eftir hjá mér að vera með vitundinu minni. Já. Ég með vitundinu minni. Já. Bara í ding-dong, það einhver heima. Já. Þú veist, herði, ok. Þú veist, þannig ég bara sá þetta í svo miklu nýju ljósi. Bara, þú veist, ef ég í meðvitund, þá hef ég val. Þá hef ég val hvað ég geri. Já. En ef ég ekki með meðvitund, þá ger ég bara eitthvað, þá bara tekur eitthvað annað athyglinna mína. Það nefnilega málið, þá fer maður á autopilot og þegar maður búin að vera svona, þú veist, ef maður búin að fara í burnout einu sinni, að þá ekkert, þú veist, það ekkert sem segir að þú getur ekki gert það aftur og aftur og aftur. Og sérstaklega svona hundar eins og ég, sem eiga erfiðara með að læra að sitja eða hvað sem það heitir að þú veist að það ótrúlega auðvelt að komast í eins og ég kalli það autopilot. Það bara ferðu í autopilot og gleymir þér. Svo ertu bara eitthvað nú þarf ég að stoppa. Einmitt, og mér finnst, þú veist, ég alltaf að fatta betur og betur eftir að bara svona, þú veist, kenna námskeið mitt og vera, þú veist, bara vinna við það sem ég að vinna við. Þá alltaf að fatta betur og betur að lykillinn að þessu öllu saman einmitt meðvitundin, að vera tengdur sér, meðvitaður hvað að gerast innra með þér, að því að það einhvern veginn, það breytir öllu hinn, þú veist, það bara þannig. Og ég, þú veist, varandi sjálfsvinnu, við náttúrulega tókum upp heilan þátt sem heitir bara hvað sjálfsvinna, þú veist, og þetta alveg flókið, sko. Já, geggja. En fólk að vera að hlusta hann núna næst. Já, það að hlusta það alltaf ekki öll svörin þar, en það við svona velta þessu fyrir okkur. En ég myndi segja, þú veist, ef fólk, til dæmis ef fólki langar svona að fara að vinna í sér, þá myndi ég segja, byrja að því að bara svona vera aðeins svona duglegri að tengjast þér og finna hvað að gerast innra með þér og hlusta líka pínu bara innsæð, bara þú veist, eða bara hjartað, magan, bara þú veist, hvað væri gott fyrir mig að gera? Væri gott fyrir mig að fara til sálfræðis? Væri gott fyrir mig að fara bara fleiri göngutúra út í náttúrunni? Eða þú veist, hvað kallar á mig, af því það svo mikil viska innra með okkur og við þurfum að hlusta á það. Og svo líka bara gáulegt að hitta bara einhvern fagaðela, þú veist, til dæmis sálfræðing og bara fá ráðleggingar. Þú veist, hvað get ég gert til þess að byrja þess að vinna í mér? Já. Þú veist. En nú vitum við svona aðeins hvað við getum gert. En hvað sjáu þið, hvað hægt að gera til þess að breyta samfélaginu? Af því að þú ert on a mission. Já, ég on a mission. Það náttúrulega bara þarf eitthvað stórt að gerast, sko. Það þú veist, já, ég veist, ég bara, þú veist, þetta svo yfirþjómandi, en þú að taka þetta? Já, ég skal taka við. Sko, þú veist, það náttúrulega auðvitað ekkit auðvelt svar, þú veist, en það sem að mér finnst mikilvægt að svolítið það sem að ég og Gulla erum að gera, bara tala saman og þú líka, bara tala. Þú veist, tala bara til dæmis streitu og
senda einhvern veginn út í samfélagið þau skilaboð að það sé í lagi að vera mannlegur, það sé í lagi að þú veist upplifa samfélagið okkar eins og það núna bara ekki vel, eða þú veist það funkar ekki vel í þessu samfélagi og bara svona fræða streitu, þannig að fólk átti sig á því og líðan mín ekki eðlileg, þú veist þetta þarf ekki að vera svona, ég má breyta mér finnst það og ég held að það sé stór þáttur í því og ég trúi því að svona samfélagsbreytingar gerist frá gólfinu. Þú veist að við þurfum, fólki þarf svolítið að stíga upp, breyta sér og þrýsta á breytingar hjá stjórnvöldum til dæmis. Það líka alltaf draumurinn minn að fara inn í fyrirtæki og fræða stjórnendur og starfsfólk í fyrirtækjum og reyna að hafa áhrif á fyrirtækja menninguna af því að þú veist, það náttúrulega bara flestir í samfélaginu í vinnu og þú veist, það hefur svo mikil áhrif. Og svo held ég bara að þú veist að stéttarfélög þurfa aðeins að fara, þú veist, taka sér saman í andlitinu og fara að berjast harðar fyrir bara styttri vinnuviku. Þú veist, við þurfum bara einhvern veginn átt okkur á því að þú veist, þetta þarf ekki að vera svona. Það má breyta og rannsóknir sína ef við vinnum meira þá eru afköst meiri. Þú veist, þetta ekkert flókið, sko. Ertu að vinna minna, færri tíma þá eru afköst meiri. Já. Einmitt. En ég meina, bara eins og þessi frábæra hugmynd styttingu vinnuvikunar, ég meina, ég er búðakona, sko. Það er engin stytting vinnuvikunar hjá mér. Það er engin stytting vinnuvikunar hjá lækninum og borgarspítala, sko. Nei. Þetta er frábæra hugmynd, en þetta funkar ekki. Nei, þetta virðist ekki alveg hafa einhvern veginn, svona framkvæmdin virkaði ekki alveg virðist vera. Já. En ég held að þurfi bara einmitt þetta. Já. Þú veist, það er ofsalega mikið, það eimir ofsalega mikið af þessu á vinnumarkaði á Íslandi. Og það er, þú veist, það er alls konar svona slagorð upp á veggjum og eitthvað svona stefnumál og bla 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 og eitthvað, þú veist, það hljómar alltaf ógeðslega vel. Þetta var, þú veist, einhver markaðsfræðingur sett þetta upp fyrir þau og þú veist, allir eru bara eitthvað, já, þetta er svo geggja, þú veist, og svo bara skiptir þetta bara engu máli. Þú veist, svo bara gerist bara ekki neitt. Þú veist, þetta lúkkar ógeðslega vel á CV og þetta geggja á eitthvað svona skiltum inn í fyrirtækinu, þú veist. En þú veist, þetta er ekki raunhæft og það er ekki verið að hugsa heilsu starfsfólks. Nei. Hvorki andlega né líkamlega. Og svo börnin okkar, unga fólki, þú veist, það er náttúrulega bara komið ljós og börnunum okkar líður ekki vel, þeim gengur ekki vel að læra, sem er væntanlega því þeim líður ekki vel. Svo eru, þú veist, kennarar, þú veist, þeim líður ekki vel, það er alltaf mikið álag, kvart yfir, þú veist, bara ofbeldi og erfiðum samskiptum við börn og foreldra. Foreldrarnir eru ekkert rosalega ánægðir með skólan heldur. Þú veist, þannig að það er, þú veist, það sjá allir að þetta er ekki eðlilegt. Þetta er bara ekki funkar eins og þetta er. Það þarf rosalega mikið að breytast. Það er bara svo mikið hraði. Já. Það finnst mér kannski bara það sem einkennir samfélag okkar. Sammála. Hraði og aftenging, við erum ekki tengd okkur. Við erum bara alltaf á fullu, við erum ekki að dvelja eða eyða tíma með sjálfum okkur, við erum ekki að eyða tíma með börnunum okkar, fólkin okkar, þú veist, samskiptin, það bara vantar samskipti. Já. Og við erum líka bara komin ótrúlega langt frá bara, þú veist, við erum farin að borða mat sem er ótrúlega mikill bara svona gerfi matur, þú veist, við erum ekki lengur að borða mat beint frá náttúrunni, við erum komin inn í steypt hús, við erum óbúslega langt frá náttúrunni. Já. Það er bara svo margt í okkar lífstíl sem að er bara svo langt frá uppruna okkar og langt frá því sem við erum hönnu til þess að búa í. Þannig að þú veist, og við tölum oft þetta og Gullu fyrst ég oft freka klikkuð sko, þú veist, hvað ég er með svona róttakar hugmyndir, en til dæmis bara veturinn á Íslandi, það er bara myrkur, en við samt, þú veist, ætlumst til þess að við séum bara með fulla orku, séum bara brjálæðslega dugleg. Janúar, það er bara mánuðurinn sem við ætlum að setja okkur markmið fyrir árið, við ætlum að fara rektina, við ætlum að fara að standa okkur brjálæðslega vel, en þetta bara meikar ekki sens. Þú veist, við eigum að flæða með árstíðunum, við eigum að hvíla okkur meira þegar það er myrkur og kalt úti. Lítja, það er alltaf myrkur og kalt, sko. Nei, það er svona halvt árið. Hinnpartin árinu er rosa mikið bjart. Þá á að vera sumar. En þá er birta og þá höfum við náttúrulega meiri orku. Já. Það bara virkar þannig. Okay. Og þá nýtum við það og þá erum við duglegri. Þannig já, mér finnst við vera á margan hátt á rosalega svona miklum villigötum. En ég held samt að það séu að verða breytingar. Ég sé breytingar í samfélaginu. Ég heldur séum hægt að rólega vakna til lífsins og þessar breytingar náttúrulega munu gerast og verða gerast hægt. Ég held að sé að byrja. Mér finnst samt sko, ég sé munurinn sem ég sé aðalega er á
yngstu kynslóðunum sem að koma inn á vinnumarkað. Ég finnst þau bara að vera með allt aðra sín á hvað það að vinna. Þau setja sér miklu skýrari mörk. Þau eru miklu skýrari mörk, þau eru bara algjörlega bara, heyrðu, what the fuck, nei, ég get ekkert, þú veist, þetta passar ekkert fyrir mig inn í líf mitt eins og þú veist, maður er bara svona eitthvað, já, þannig að þú ætlar ekki að aðlaga þig vinnustafun, heldur að vinnustafun á að aðlaga sig að þér, þú veist, og þetta er, þú veist, það er alveg nýtt konsept, skilurðu. Einmitt. Það er ekki þannig. Og svo þú bara eitthvað, byrju, má hann setja mörk? Ég hef aldrei leyft mér að setja mörk. Já. Er þetta bara í lagi? Já. X-kynslaðin sko tekur allar aukavaktirnar og allt. Ég veit það, menn allir hinn eru bara, Svo millennials og setja bara, nei, ég vinn ekki á lögutum. já, ég veit það. Mér finnst það geggjað, sko. Mér finnst þetta geggjað, en þú veist, Þetta þurfum við. Já, ég held að, þú veist, ég hef fulla trú á unga fólkinu okkar og og ég sé allavega bara í úlingunum mínum að, þú veist, ég hef fulla trú á þessu fólki. Þetta eru algjörir snillingar. Algjörlega. Og krafturinn og svona einhvern veginn, þau eru ekki hrædd við neitt. Þú veist, þau bara segja það sem þau finnst. Og það finnst mér, og ég er ógeðslega stolt af því að við séum að ala upp þannig kynsluð. Að, þú veist, að því að ég hafði ekkert rosalega, ég mátti ekkert hafa einhver hávarar skoðanir á hlutunum þegar ég var lítil, sko. Þannig mér finnst þetta að vera ótrúlega mikið batamerki fyrir okkur og ég hef fulla trúið þetta muni breyta rosalega miklu en svo náttúrulega bara spurningin hvort að okkur finnst að vera nóg hratt. Já. Skilurðu? Já. Við verum bara að vera þolinmóð. En svo snýst þetta líka bara alltaf þú veist, við þurfum svolítið að horfa í eigin barm, skilur. Þú veist, við þurfum sjálf að breyta og þannig breytist heimurinn. Við erum í lífi í lókun. Það er þannig. En það endar alltaf þar. Já. Það er bara algjörlega þannig. Ég veit það. En kannski svona, ef við förum að reyna að týna þetta saman, þó ég heyri við gætum spjallað örgli klukktíma upp á tíma. Kannski svona, að ég reyna að hafa þættinu þannig að þetta sé svona góðgöngutúr. Fólk getur ekki nýtt í leðinni. En ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa? Þegar við kannski heyrt það. Já, hafið eitthvað spáðið því? Já, ég er búin að spáði það. Já. Og ég svara fyrst. Gjör það. Sko, ég spáði ógeðslega mikið í þessu. Af því að ég heyri að þú spyrð alla. Og ég komst að þeirri niðurstöðu eftir að hafa hugsað þetta lengi að í mínum huga er heilsa frelsi. Bara frelsi til þess að geta gert það sem maður vill gera í lífinu. Alveg sama hvort það er líkamlega heilsa, bara alveg sama hvort það er að vera lausi sjúkdóma eða bara vera hress og líða vel í líkamanna til þess að geta gert allt sem maður langar til að gera. En líka bara þessi svona, að því ég pæli svo mikið andlegri heilsu, líka bara frelsi frá bara áföllum, frelsi frá óhjálplegum viðhorfum, frelsi frá áhyggjum. Þetta innra frelsi líka. Þannig að já, ég held að þetta sé svona, þannig lít ég á heilsu. Ég ætlastu mig gáðalegt svar. Ég er svo klár stundum. Ég sá þig sem gulla, við lítið að hugsa hvað ég er. What the fuck, alveg ríkur er hún á mig, sko. En sko, hvað er heilsa? Sko, fyrir mér byrjar heilsa alltaf á því sem ég set upp um mig. Það er bara, fyrir mér er það grunnheilsan, af því að ef það er ekki í lagi, þá bara virkar ekkert annað rétt. Sama hvort sé líkamlegt eða andlegt, sko. Það er bara, þetta er allavega bara, skiptir öllu máli fyrir mig og það er eina sem ég ekki talað um. Að, þú veist, að næra mig vel og hugsa það sem ég seti ofan í mig á milli súkulastekja, skilur? Þetta er alveg... Allt er gott í hófi. Allt er gott í hófi, algjörlega. Þannig að, þú veist, að því að um leið og sá þáttur dettur út hjá mér og ég fer að vera kærulaus í mataræði og ekki einbeita mér að því hvað ég er að neyta. Þú veist, bara hlutfall milli próteins og allt þetta drasl, skilur. Er ég að borða ná prótein og þetta? Er ég bara að borða eitthvað, allt og mikið af kolvetnum eða hvað sem þetta heitir allt saman? Að þá finn ég strax mun. Það bara einhvern veginn, fyrir mér er þetta lykilatriði. Manstu hvenær þú fórst að taka eftir hvað mataræði það er mikil áhrif? Sko, ég held þetta tengist ADHD-inu mínu, sem var ógreitt í mörg ár, en ég fattaði þetta krafta mataræðis og svefns, ég fattaði það líka í gaggó. Það er svona snemma. Já, vá. Já. Gert. Vá.
að því ég hef alltaf þurft mikinn svefn. Ég er bara þannig beygð. Ég er bara 10 tíma dúlla, skilurðu. Og fungera best þannig. Og þannig að ég man í 10. bekk að þá langaði mig bara svo rosalega mikið að fá gott á prófunum mín. Að því að það var búið að ræða okkur svo mikið að við ættum bara ekki líf ef við myndum ekki ná þessum prófum. Og þá náttúrulega vissi ég ekki að ég var lesblind og tölblind. En mér langaði bara að leggja allt á mig sem ég gæti til þess að reyna að fá sem best út úr þessum prófum og ég komst að því, að ef að ég, þetta voru hlutirnir sem hjálpuðu mér mest. Ef ég passaði að vera ekki að vaka fram á nótt og ég hugsaði hvaða næringu ég valdi ofan í mig. Þá hefur það líka bara svo mikil áhrif á bara lundarfar og hvernig mér líður, er mér illt í maganum eða er ég uppþemd eða, þetta hefur svo mikil áhrif. Og ég veit ekki hvort þetta sé svona bara, sé tengt eitthvað svona sérstaklega viðkvæmt ADHD fólk eða hvort þetta sé bara svona almennt. Ég hef ekki hugmyndu það, sko. Nei, ég veit ekki. Má ég segja eitt viðbót varðandi heilsu? Bara endilega. Sko, mér finnst nefnilega, ég vill alls ekki einhvern veginn, setja sjálfa mig upp á eitthvað stall eins og ég sé einhvern veginn bara búin að mastera heilsu núna og bara andlega heilsu og streituna og allt þetta. Af því það er svo alls ekki staðan. Þannig að mér langa einhvern veginn bara svona að það komi fram hér að auðvitað er ég eins og allir aðrir bara alltaf að reyna að finna út úr því hvernig getur mér liðið betur, hvað virkar fyrir mig og ég dett, niður í eitthvað rugl, eins og við gerum öll, ég gleymi mér og ég hef of mikið að gera. Ég gleymi að tengjast sjálfur mér, ég, gleymi að pæla í mataræðinu og mér er bara svo mikilvægt einhvern veginn að alveg eins og með sjálfsvinnun og þá er þetta bara eiginlega verkefni líka, að bara finna út úr hlutunum og reyna einhvern veginn að hugsa aðeins betur sig í dag en í gær, sko. Já. En þarna kemur líka bara sjálfsmeildiðinn, það er engin fullkomin. Nei. Og við erum alltaf að gera ykkur mistök og við erum alltaf að læra af þeim. 100%. Og það er einhvern veginn, að gefa sér, þá þetta mildi þegar þú áttar það, bara djöfullin er alveg skipt á bakirna og er búin að vera snúa sólarringnum við í jólafríinu og allt komið í hund og kött. Að vera samt góði við sig. Já, nákvæmlega. Ég ætlaði heldur betur að fara að minnka við mig í janúar. Já. Þú veist, að einhvern veginn síðasta ára bara svona smám saman vatt upp á sig að því að eins og þið vitið, þegar maður hefur klasta vegg þá er maður fyrr á bremsunni. Maður finnur bara taugakerfið og segir bara stopp. Já, akkurat. Og þannig ég var að byrja að finna þetta fyrir jólafrí og ég bara í janúar ég bara byrja að minnka við mig, svo er bara janúar búið að vera klikkaður. Það vilja allir tala við heilsumark þegar það var í janúar. Já, eðlilega. Það er náttúrulega allir, Það gerist allt í janúar. Ég var viðtali í DFF.is og fókuslagarpinu og ég var í dagmálum hjá MBL og ég var einhver öðru viðtali og ég var orðin bara, og svo einhvern veginn bara allir einhvern veginn að leita til manns og svo er ég Múngbandarsund og svo er ég með, hlaðarpið sjálf og eitthvað og ég hugsaði bara, en núna bara að því ég var að byrja þessu markþjálfa námi, þá er ég að nýta þetta sem sjálfsvinnu. Og mitt bara aðal markmið er að hæja á mér og ég bara og ég bara sturla algjörlega bara búin að ákveða og nú er ég búin að segja ykkur það og öllum sem er að hlusta nokkur þúsund manns vita núna það er allir að hæja á sér þannig að nú bara er ekki eftir snúið og þannig að frá og með febrúar þá kemur bara út þáttur aðra hverja viku vel gert bara hrikalóna með þig ég veit að einhverju fara að gráta nei, tjók klárlega en þá hlustaði bara aftur á einhvern gamlan þátt eða hlusta á ykkar þætti eða eitthvað það er nóg til en ég held bara að við erum oft svo hrædd við að setja okkur mörk ég var svo mikið að hugsa en hvað þá ef þetta kemur ekki einu sinni viku og þá verða einhverjir svektir en á endanum verður þetta bara hræðilega lélegir þættir ef ég er útbrunnin. Úttauguð og ómöguleg. Þá gerist það ekkert gott, sko. Nei. Þannig að... Og ég er ógeðslega ánægð með því. Já, til hamingju með þessu ákvörðun. Já, takk fyrir. Þannig að, en eins og þið voru að segja, það er engin fullkomin. Og minna þó að ég kalli mig heilsuörglu, þá er ég ekki alltaf með alltaf reynu. Nei. En veit ekki, ég er nefnilega í bestu málunum, þannig að ég er ekki sálfræðingur og ég er ekki heilsuörgla. Ég er bara gulla, sko. Já, einmitt. En ég, þú veist. Nákvæmlega. Vorkin ykkur, sko. Ógeðslega mikið pressa.
En þarna kemur líka kannski pressan frá samfélaginu, þú veist að þér finnst þú þurfa kannski bara að vera svo dugleg og hérna standa þig vel og hvað finnst fólki ef þú ert ekki jafn dugleg, þú veist, þannig að en maður þarf bara að vera fyrirmynd að sína að það er líka duglegur að setja sig í fyrsta sæti og setja sig mál, það er að vera duglegur. Algjörlega, endur skilgreina orðið. Ég ætla að taka þetta og stinga þessu rassu svona, fara með þetta út í vikuna. Já, ég ætla að gera það. Já, bara algjörlega. Sko, þannig að ef ég bara svona pínu dreita hann alveg í blálokkin, að því að streita finnst mér þeir sem leita til mín, þá finnst mér streita að vera svona rauði þráðurinn í því að þeir eru að byrja að missa tökinn og finnst þeir vera að missa heilsuna. Já. Þannig að aðal streitur ráðin er þá bara að minnka ytri og innri streitu. Já, ég myndi segja það, bara, þú veist, bara kortlegðu aðeins, skoða aðeins, þú veist, hvar er streitan í mínu lífi? Já. Þú veist, hvaða boltar er þetta sem að ég er að halda á lofti? Er mögulega einhvers staðar hægt að slá af kröfum? Get ég kannski bara oftar sagt bara nei takk, mér langar ekki, þú veist, fara innan hitting eða mér langar ekki fara á þetta vinnudjam eða eitthvað, skilurðu? Get ég kannski gert aðeins minni kröfur til þrifa á heimilinu? Get ég kannski einhvers staðar bara aðeins left mér að minka og svo skoða það sem er að gerast til innra, þú veist, og bara leyfa sér, sætta sig við það að vera manneskja, ekki vél og sætta sig bara við það að þú veist, við getum ekki gert allt, við þurfum bara að hvíla okkur og gefa okkur rými til að slaka og gera ekki neitt og bara fá aðstoð, þú veist, það er svo ótrúlega margir sem að hérna eru tilbúinir að hjálpa hérna úti. Já, finnst þér við ekki dugleg við að leita okkur aðstofar? Já, mér finnst þetta að vera svona partur af menningunni, þú veist að við erum svo dugleg og við bara gerum þetta og græjum þetta og engan aumingjaskap og við viðurkennum ekki að við séum kannski ekki að handla þetta og við þurfum kannski aðstoð til þess að finna út úr hlutunum. Ég get ekki verið meira samanlegar. Það er bara, þetta er svona stolt þeng, sko. Já. Að setjast niður á rassinn og horfast í augu við það að maður sé ekki að handla hlutina er bara ógeðslega erfitt verkefni og maður, ég allan að gera allt sem ég gat áður en ég þurfti að gera það. Já, akkurat. Sem enda því ég er hann á rassinn, sko. Þú veist, þannig að ég held að sé bara ótrúlega mannlegt. Einmitt. Það er líka eitthvað eins og þegar fólk eru að upplifa mikla þreytu, þá dettur það oft eitthvað einn í þá gilduru að reyna að hressa sig við. Þú veist, fara í svona, þú veist hvað sem er high intensity tíma í ræktinni og reyna einhvern veginn að búa til meiri orku en það gerir oft bara illt að verra, þú veist, það sem að þyrfti kannski frekar að gera er að fara í rólegan jógatíma, þú veist við einhvern veginn leifum okkur ekki bara vera þreytt og þurfa hvíld, við erum alltaf einhvern veginn að reyna að keyra okkur áfram. Skilja, ég veit það. Það var algjör leikbreytir fyrir mig, ég reyna að þýða game changer. Já, leikbreytir, þetta geggja. Þegar ég fattaði það væri bara geggjað að fara í göngutúr í staðan fyrir að fara á crossfit-æfingu. 100%. Og ég var kannski bara búin að skrá mig í tíman, en svo fann ég bara, nei, heyrðu, Erla, nei, þú þarft göngutúr í dag. Já. Og það er bara kannski 2 ár síðan ég fór bara að fatta þetta væri í boði. Engillinn minn. Það er bara hreyfing. Já. Svo veist mér líka, sko, ég gæti náttúrulega að tala þetta í 3 tíma viðbót, sko, en þú veist, taugakerfið, þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að huga svo miklu meira að, þú veist, að taugakerfið okkar, það er ekki hanna til þess að vera on, til þess að vera í fight or flight, alltaf, eins og svo margir eru, þú veist, við eigum að vera í það sem maður kalla rest and digest eða SEF-kerfið 80% af tímanum, restin á að vera, þú veist, getum verið í fight or flight 20%, en restin á að vera, þú veist, í rest and digest. Þannig að við þurfum að huga að taugakerfinu okkur, við þurfum að beita aðferðum til þess að róa taugakerfið. Það þarf að vera partur af deginum í nútíma samfélagi, af því það er bara svo opaslega mikið áreiti. Þannig að bara svona einfalt eins og að fara í rólegan jógatíma, rólegan göngutúr sem róar taugakerfið, gera smá öndunræfingar, smá hugleiðslu, fara í sund, allt þetta sem að svona róar okkur niður. Það er ótrúlega mikilvægt að halda því inni í dagskráni. Mér fannst þetta alltaf, allt þetta sem þú veist að segja, mér fannst þetta allt ógeðslega leiðilegt eins og. Já, ömulega erfitt. Og ömulega erfitt? Já. Akkur hefur farið einhvern anskotast göngutúr. Já, akkurat. Eða einhverja hugleiðslu. Já. Mér fannst þetta bara absúrt pæling, sko. Já. Kannski að því að þá, þú veist, fannstu, þá þú veist, já, þú veist að hægja og að stoppa og hlusta. Mér dettur líka í hug, sko, þegar þú tala um taugakerfið og streituna
að ég hef líka alveg upplifað sérstaklega konur sem kannski er búin að bæta á sér einhverjum kílóum yfir einhver x ár og föttuðu ekki að þetta er nú bara streitan, taugakerfið er svo streitt að það bara er að halda í alltaf því það er í fight og flight bara tilbúið í næstu árás og það er ekki fyrir við bara náum að róa taugakerfið að líka með fyrir bara að hugsa heyrðu ég er örugg hérna, þetta er allt í lagi og þá fer loksins eitthvað að leka af. Akkurat. Já, og streita er bara brjálæðslega fitandi. Það er bara þannig, það er bara hormónakerfi breytist, það er bara kortisólið og allt sem fer að stað, það bara fitar okkur. Þetta er ekkert eitthvað svona flóki orsakasamhengi, þetta er bara beinlínis fitandi. Streita er fitandi? Já. Er komið nafn á þáttinn? Já. Ég held það. Af því það er það eina sem skiptir máli, konur, að líta vel út. Oh my god. Nei, en já, ég veit ekki hvert þú komna með þetta. Velkomin í spjall. Velkomin, já, þetta endar alltaf í einhverju svona vitleysu hjá okkur. Það er samt svo gaman, maður þetta er eitthvað mjög alvarlegt, svo valdir maður að hlæja. Einmitt. Þetta er fyndið. En maður byrja ykkur að segja eitthvað að lokum? Hvað er að segja að lokum? Hlustið okkur í alvöru talað, upprápanmarki? Nei. Mér finnst ég vera búin að segja allt sem ég vildi segja. Við langar bara að segja takk fyrir að taka eftir okkur í þessum flókna hlaðvarpsskógi sem er og mér finnst bara ógeðslega gaman að fá komin til því. Nákvæmlega. Virkilega þakklátt. Vist það bara heiður. Takk fyrir að koma. Ég er svo þakklátt að fá ykkur. Líf upp á líf okkar, eða þeirra sem að hlusta á mín. Já, takk. Aðeinslegt. En bara 1000 þakkir enn og aftur og bara sjáumst kannski aftur síðar, eða heyrumst. Hver veit? Var það súpa til í það? Ég er til í það. Og svona í blálokin þá langar mig að þakka þér fyrir að hlusta. Takk fyrir að gefa þið tíma til þess að auka heilsulæsið þitt. Af því að það er akkurat það sem þú ert að gera með því að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkurum. Þú ert að fá alls konar upplýsingar til þess að bera ábyrgð á og bæta eigin heilsu. En ef þú eða fyrirtækið þitt hefur áhuga á fyrirlestrum, þá held ég slíka og þið getur bara haft samband á erla@heilsuerla.is og svo vona ég að allir sem er að hlusta séu að fylgja Heilsuerla á Instagram.